Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, hann er númer 740, haldinn 29. maí 2019 og segi fund settan og býð sérstaklega velkomna Sólveigu Franklínsdóttur sem að situr nú sinn fyrsta fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. En svo við förum aðeins yfir sviðið í upphafi fundar, það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, eins og oftast nú, síðan 4 fundargerðir frá einstökum nefndum, það er að þessu sinni er það fjölskyldunefnd, menningar- og nýsköpunarnefnd, skipulagsnefnd og umhverfisnefnd. Og loks eru það 4 fundargerðir til kynningar, ein frá byggingafulltrúa, önnur frá skipulagsfulltrúa, fundargerð frá stjórn Strætó og svo fundargerð frá starfsnefnd skíðasvæða. Þá tökum við fyrst fyrir fund í bæjarráði Mosfellsbæjar sem var númer 1399 og haldinn 16. maí síðastliðinn. Ég gef orðið laust. Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið, svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir máli númer 1 í fundargerð bæjarráðs númer 1399 sem að er samkomulag tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að lagningu hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er þjált og gott nafn á máli sem að við ræddum hér í bæjarráði á síðasta fundi. En þetta fjallar samning sem að er á milli SSH, Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og borgarlínuna, svokölluðu, og hér er verið að stíga svona fyrstu skrefin í það að færa þetta mál nær framkvæmd. Þetta er búið að tala mikið þetta er umdeilt mál, þetta er mjög stórt mál fyrir okkur öll, eins og við vitum að þá eru samgöngur á höfuðborgarsvæðinu mikið í brennidepli þessar mundir og mun verða áfram næstu misseri og næstu ár. En það er eitthvað sem að er ekki bara hægt að tala þetta þarf að framkvæma þá hluti og það er þannig að fram til ársins 2040 er gert ráð fyrir samkvæmt íbúaspám að það muni fjölga á höfuðborgarsvæðinu 70.000 manns sem eru álíka mikill fjöldi og íbúa Garðabæjar, Kópavogs og Hafnarfjarðar. Þetta er álíka fjölgun hefur orðið á höfuðborgarsvæðinu síðan 1984, þannig að þetta er, ef ég veit rétt, þannig að þetta er ekkert óraunhæfar tölur. Þannig að það þarf svo sannarlega að gera eitthvað varðandi umferðarmál og þetta verkefni lýtur að því að taka bæði þá á almenningssamgöngunum og einnig uppbyggingu á stofnvegakerfi og vegum og strætum og götum á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki nóg að fara að framkvæma bara göturnar og stofnbrautirnar. Það er ekki nóg að fara bara í að laga almenningssamgönguna, þetta þarf að haldast í hendur. Ef að það er farið í það að sleppa borgarlínunni svokölluðu og fara inngöngu í bætur á stofnbrautum og vegakerfinu, þá væri við í sama fasanum eftir 12-15 ára eins og við erum í dag. Þannig að þetta þarf að haldast í hendur og það er búið að teikna þetta allt saman mjög vel upp. En þessi samningur sem að er að ræða og var samþykktur í bæjarráði, að hér er að ræða tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að hágæða almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu sem er kölluð borgarlína og fyrirkomulag á verkefnaskiptingu vegagerðarinnar og SSH vegna þessa verkefnis. Verkefnið er mikilvægur liður í því samkomulagi sem unnið er á milli þessara aðila, ríkisins og sveitarfélaganna með uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2033. Samkvæmt erindisbréfi þessa starfshóps sem vinnur að því að markmiðið að komast að samkomulagi fjármögnun á 102 milljörðum sem er í fjárhagsáætlun í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu eða 7 milljarðar króna á ári í 15 ár. Uppbygging samganganna á höfuðborgarsvæðinu er falið í stofnbraut, almenningssamgangna, hjóla og göngustíga og þetta er afar brýnt verkefni til þess að ná fram markmiðum betra umferðarflæði, meira öryggi vegfarenda
og þetta á einnig að draga úr mengun á svæðinu sem það mun vonandi auðvitað gera. Nú, samþykktin á fyrirliggjandi samningi sem var samþykktur í bæjarráði næstu skref hvað almenningssamgöngur varðar mjög mikilvægur en framhald heildaruppbyggingarinnar á þessum samgöngumannvirkjum ræðst síðan á því hvort að ásættanlegur samningur náist á milli ríkis og sveitarfélaga. Og það settur fyrirvari í það, í þennan samning og þá eftir að ná að sjálfsögðu þessum samningi milli ríkis og sveitarfélaga og svo hangir líka á spýtunni að öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu taki þátt og eins og við höfum séð í fréttum að þá einhver áhöld það hvað Seltjarnarnes mun gera en ef þeir taka ákvörðun að taka ekki þátt í verkefninu þá þarf að setjast aftur að samningaborðinu og endurskoða þetta. En ég held að þetta sé mjög jákvætt skref, þetta mjög mikilvægt fyrir okkur og hvort sem að borgarlínan kemur til með að heita borgarlína að lokum eða hver uppbyggingin verður þá skiptir okkur þetta Mosfellinga miklu máli. Inn í þessu auðvitað Vesturlandsvegurinn hér og áframhaldandi tengingar í honum, inn í þessu Sundabraut og auðvitað hágæða almenningssamgöngur sem að munu koma hér upp í Mosfellsbæ en það verður þá í samvinnu og við getum sagt, hún kemur ekki hingað upp nema þá að Keldnalandið byggist upp og Blikastaðalandið byggist upp þannig að þetta helst allt í hendur. En þetta, eins og ég segi, á að taka einhver 15 ár en þá að reyna að byrja á þessu á næsta ári, fyrstu áfangunum í þessu. Þannig að við fylgjumst með og þessi samningur allavega þessi viljayfirlýsing, hún var samþykkt í bæjarráði. Takk fyrir. Já, Valdimar Birgisson beðinn orðið, gjörðu svo vel. Herra forseti, bæjarfulltrúar, að bjóða Sólveigu Franklínsdóttur velkomna á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Ég kemur undir sama máli 1, samkomulag tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning og lagningu hágæða almenningssamgang á höfuðborgarsvæðinu, verk og borgarlína. Þetta gríðarlega mikilvægt skref sem verið að stíga og mun sjálfsögðu breyta miklu fyrir höfuðborgarbúa á næstu 20 árum og breyta hér algjörlega hvernig við búum og eiginlega gerir þetta kleift að búa til samfélag hérna þar sem við þurfum ekki að vera mjög eyða tímanum í biðröðum og leiðinni niður í bæ. Nóg nú samt, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Ásgeirs áðan, þá reikna með því að höfuðborgarbúum fjölgi 70.000 á næstu 20 árum var það ekki. Og ef ekkert að gert, þá myndast bara meiri umferðaröngþveiti niður í bæ og þó við lögum alla stofnbrautir þangað niður eftir þá mun það ekki duga. Það gagnast ekki að leggja endalausar breiðgötur niður í bæ. Við þurfum að breyta ferðavenjum og ég held að komi fram í þessari skýrslu að núna þurfum við að draga úr nokkrum bíla 20%. En þetta eins og komið fram hérna 102 milljarðar til ársins 2033 en 7 milljarðar á ári. Þetta rúmlega helmingsaukning á því sem hefur verið notað hingað til í samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta svona álíka aðgerð bara eins og að leggja hitaveitu á sínum tíma og svo framvegis. Þetta stór aðgerð sem að fara í, mun taka langan tíma og breyta miklu eins og sagt hefur verið. Ég gerði athugasemd við þetta samkomulag á fundi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sínum tíma að því að upphaflega áætlunin gerði ráð fyrir því að borgarlína næði til Hafnarfjarðar og upp í Mosó og svo framvegis. En samkvæmt núgildandi áætlun til ársins 2033 þá nær borgarlína ekki upp í Mosfellsbæ. Það sem sagt ekki gert ráð fyrir uppbyggingu á Keldnasvæðinu og Blikastaðalandinu. En það sem gert var fyrir okkur Mosfellinga núna fyrir þessa samþykkt að það var bætt við í samkomulagi setningu, önnur ákvæði þar sem segir sveitarfélög eru sammála að samhliða flýtingu og öðrum áfanga borgarlínuframtaka að Keldum verði unnið áframhaldandi tengingu gegnum Blikastaðaland til Mosfellsbæjar. Það sem gerðist var það að
ríkisstjórnin kom með áætlunum í uppbyggingu íbúða og í því var uppbygging á Keldnasvæðinu og uppbygging á Keldnasvæðinu galin án þess að setja borgarlínu þar. Og það meikar heldur engan sens að setja borgarlínu upp í Keldnaholt án þess að fara og klára borgarlínuna til upp í Mosó. Og það kostnaður við það að leggja borgarlínu upp í Mosó og landi sem óbyggt tiltölulega lítill miðað við annan kostnað að leggja borgarlínu eða hágæða almenningssamgöngur í gegnum byggð sem þegar byggð náttúrulega allt önnur. Þannig hér hið besta mál að ræða. Ég held að það hefði verið 15 milljónir sem fari til okkur núna sem að undirbúningi. Það getur brugðið til beggja átta. Það getur verið að eins og komið fram að Seltjarnarnes verði ekki með í þessu, við þurfum að endurskoða þetta. Það getur verið að borgarlínan kom ekkert hérna fyrir einhvern tímann eftir árið 2033. En engu að síður myndi alltaf gagnast Mosfellingum. Vegna þess að bætta samgöngur í bæ gagnast öllum höfuðborgarbúum. Höfuðborgarsvæðið eitt samfellt atvinnusvæði en ekki skipt. Takk fyrir þetta. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Það nú hér eiginlega allt komið fram í máli bæjarfulltrúanna Ásgeirs og Valdimars hérna áðan. Ég ætla ekki að þreyta okkur fjölmörgu áhrifundur á að fara yfir þetta aftur. En mér langar að þess að hnykkja á því sem og einu af þessu sem hér komið fram, og það sko hver ábatinn fyrir allt höfuðborgarsvæðið, þó að eins og í okkar tilfelli þá verða væntanlega einhverjar tafir á því að borgarlínan komi hingað upp eftir, en þá ábatinn okkar allra svo mikill hvar sem við búum á svæðinu, að það verði tekið til í sem við fyrir að málum að við fáum almenningssamgöngur sem ganga ört og eru tiltölulega snöggar á milli staða. Þess að það náttúrulega frumskilyrði fyrir því að fólk sleppi einkabílum og fari í almenningssamgöngur. Það að það geti treyst á að þurfi ekki að bíða á lengi og þá komist tiltölulega snurðulaust á áfangastað og þá á sér akrein eins og ætlunin Bæjarfulltrúi Valdimar nefndi sveitarfélag í nálægð við okkur út á Nesi, Seltjarnarnes, og þar voru nú einhverjar æfingar með það að vera ekki með. Ég veit ekki hvort að fólk sem býr á Seltjarnarnesi heitir það, hvort að það bara alltaf heima hjá sér, ég veit það ekki, en mér langar til þess að spyrja bæjarfulltrúa Ásgeir sem situr þá í svæðisskipulagsnefndinni og formaður bæjarráðs og gegnir alls kyns mikilvægum hlutverkum, hvort að hann viti eitthvað nánar það hvað félagar hans á Seltjarnarnesi ætla að gera varðandi þátttöku í kostnaðinum við þeirra undirbúning. Og svo ætla ég að lokum að segja að þessi kynning sem var á bæjarráðsfundi, það var sem sagt öllum bæjarfulltrúum boðið að mæta þennan morgun þó þeir sætu ekki bæjarráði. Og ég vil bara nota það ekki fyrir að þakka fyrir það. Þetta var mjög góð kynning og áhugaverð og til fyrirmyndar að bjóða okkur sem ekki eigum sæti að koma og hlýða á svona kynningar. Takk. Já, það var beint spurningu til þín, Ásgeir. Rétt að gefa þér orðið, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar. Ég get nú ekki svarað fyrir bæjarstjórn Seltjarnarness, en eina sem ég veit í þessu máli það að þetta átti að taka fyrir í þessari viku, ef ég skildi rétt, og ég vona svo sannarlega að þeir sjái ljósið í því að taka þátt í verkefninu, vegna þess að ég sammála því sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði að þó svo að við sjáum kannski ekki fyrir okkur flókið kerfi borgarlínu innan Seltjarnarness, að þá eru þeir að sjálfsögðu hluti af höfuðborgarsvæðinu, en það sem kannski pínlítið gegnum gangandi í þessari umræðu borgarlínuna, það það að fólk alltaf að stilla þessu upp, annarkvort vilja bara borgarlína eða að laga samgöngunar, þar sem að vegirnir og það. Þetta helst í hendur og þetta getur ekki verið án hvors annars. Og þá hef ég hugsað út í með þessu umræðu sem varð á Seltjarnarnesi sem þessi mál að ok, gott og vel, ef þeir vilja ekki fá borgarlínu, að þeir vilja væntanlega fá betri samgöngur, þannig að þeir séu ekki
stopp í sömu umferðarhnútunum eins og við. Seltirningar vinna ekki allir á Seltjarnarnesi og ég ger ekki ráð fyrir að þeir eigi auðveldara með að komast í gegnum umferðarhnútana sem allt höfuðborgarsvæðið á álagstíðum heldur en aðrir. Þannig að ég á nú ekki von á öðru en að þeir finna út úr þessu og verði með í þessu mjög svo mikilvæga og jákvæða verkefni sem að framundan er. Takk. Fleiri sem vilja ræða þetta fyrsta mál? Stefán Ómar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og sérstaklega Sólveig sem situr sinn fyrsta fund í dag. Við erum að ræða fyrsta mál í fundargerð bæjarráðs sem sagt það sem heitir svona á tæknilegu máli samkomulag tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning vegna lagningu borgarlínu. Það liggur hérna fyrir í dag samkomulag eða sem drög að samkomulagi allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Framlag sveitarfélagana 500 milljónir og það með þetta samkomulag sett fram, eða þessi drögur sett fram með fyrirvara í vísan til 5. töluliðs samkomulagsins. þar sem kemur fram að gert ráð fyrir sama framlagi frá ríki og síðast en ekki síst að samkomulag náist milli ríkis og sveitarfélaga uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2033. Með öðrum orðum að festa þarf í samningi milli sveitarfélagana og ríkisins þær stofnvegaframkvæmdir sem kveðið á í skýrslu SSH og samgöngu- og sveitarstjórnar ráðuneytisins sem heitir uppbygging samgangna á höfuðborgarsvæðinu til 2033 sem unnin var í framhaldi af viljayfirlýsingu frá 21. september 2018. Þetta verður að gerast áður en haldið áfram í annan áfanga. Fyrirliggjandi hérna í dag sem sagt þessi samningur undirbúninga lagningu borgarlínu, að ræða samning tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að hágæða almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu og fyrirkomulag og verkefnaskipting Vegagerðar og SSH vegna þessa. Verkefni liður í því samkomulagi sem unnið á milli ríkisins og sveitarfélaganna uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu til 2033 og það þarf að komast að samkomulagi fjármagnum á 102 milljörðum, svona cirka bát eins og þetta liggur fyrir í dag allavega, eða 7 milljarða á hverju ári næstu 15 árin. Uppbygging samgangna á höfuðborgarsvæðinu, stofnbrauta, hjóla og göngustíga brýnt viðfangsefni að mínu viti við hliðina á uppbyggingu almennings samgangna til að ná fram markmiðum betra umferðarflæði. Þannig í mínum huga tvinnast þetta saman og það eins og kom hérna fram áðan að það ekki annaðhvort eða, þetta samspil þessa tveggja þáttar. Samþykkt á fyrirliggjandi samkomulagi heildaruppbyggingu samgöngu mannvirkja og almenningssamgöngur ræðst síðan að því hvort ásættanlegt heildarsamkomulag náist milli ríkis og sveitarfélaga. Því eins og ég sagði áðan, þetta tvennt verður ekki slitið í sundur. Þetta er mikið og stórt verkefni og það þarf að vanda sig í öllum skrefum sem þarna verða tekin. Ég er ekkert á móti per se borgarlínu eða neitt svoleiðis, en ég vil allavega spurja spurninga, ég vil það er bara mitt eðli, ég vil fara varlega, ég vil vita fyrirfram hlutina áður en að ráðist í þá. Og ég hnaut 3 atriði til dæmis í skýrslu KV, danska ráðgjafafyrirtækisins, frá 2017, ef ég man rétt, líklega maí 2017 eitthvað slis, þar sem þeir eru að fjalla mögulegan sparnað í strætókerfinu, þeir eru að fjalla stofnkostnað og þeir eru að fjalla rekstrarkostnað. Og ef að ég tek rétt eftir að þá finnst mér pínlítið vantað þetta. Kannski þetta bara ókomið og þetta sé þá í þeim pakka sem að fara í gang núna. En ég veit það ekki, það verður að koma í ljós og ef ég fer til dæmis gríp niður með leyfi forseta í
í það sem KÍ segir mögulegan sparnað í strætókerfinu. Þess vel. Gróf aðlögun á núverandi strætókerfi var gerð til að forðast samsíða þjónustu strætó og borgarlínu á þeim línum sem voru til skoðunar. Þetta þýðir að strætóleiðir voru fjarlægðar, styttar, tíðni breytt og í sumum tilfellum voru strætóleiðir sendar aðrar leiðir. Það skal þó tekið fram að einvörðungu var að grófa aðlögun að ræða og heildar endurskoðun á strætókerfinu til að styðja sem bestu borgarlínuna og almenningssamgöngur í heild er eitthvað sem skoða þarf nánar á næstu stigum verkefnisins. Og það er spurning hvort að við erum núna komin að þessum næstu stigum verkefnisins. Ég eiginlega vona að það sé þannig og þetta verður þá tekið fyrir. Og áfram með leyfi forseta varðandi stofnkostnað KÍ. Útreikningur á stofnkostnaði fyrir borgarlínu byggir á því rými sem innviði fyrir léttlistakerfi þurfa. Þetta er gert til þess að tryggja að þó svo að hraðvagnakerfi verði fyrir valinu, að þá er möguleiki í framtíðin að uppfæra kerfið upp í léttlestarkerfi. Hver einasta lína sem hefur verið greind í þessu verkefni var þannig teiknuð upp sem léttlestarkerfi, en sjálfar kostnaðartölurnar fyrir bæði hraðvagnakerfi og léttlestarkerfi byggja á reynslutölum erlendis frá. Stofnkostnaður inniheldur allan kostnað við innviða uppbyggingu sem er nauðsynlegur til að reka kerfið, en ekki sjálf faratækin, þar sem val á þeim er yfirleitt skilgreindur sem rekstrakostnaður. Og þarna erum við aftur komin í þetta sambland sem ég vil að við skoðum mjög vel og vænti þess að verði í þessari skoðun sem er að fara fram núna, hvernig spila þetta saman, vegna þess að mínar heimildir segja að þessi gríðarleg fjárfesting í tækjunum sjálfum sem er þá rekstrakostnaður. Ok, ég ætla að fá að halda áfram með leyfi forseta aftur og bera hérna niður í skýrslu KÍ rekstrakostnað. Á þessu stigi verkefnisins byggir útreikningur á rekstrakostnaði fyrir borgarlínu og fjölda þjónustutíma sem þarf til að þjóna hverri línu sem var til skoðunar. Þjónustutímarnir eru þannig notaðir til að bera línurnar saman við hvora aðra. Í lokaskýrslunni sem afhent verður í lok sumars 2017 verður rekstrakostnaði sýndur sem kostnaður í krónum en ekki eingöngu þjónustutímum. Og þarna erum við komin í, mér finnst það bráðnauðsynlegt og alveg sama hvað mönnum kann að finnast almenningssamgöngur með eða móti, eins og ég sagði áðan, ég er hvorki með né móti, ég er bara þeirra skoðunar að við þurfum að bæta flæðið á svæðinu og það þurfum að gera með þessum tveimur þáttum. Við þurfum öflugar almenningssamgöngur, hvað sem þær heita eða hvernig sem þær fara svo sem fram, og við þurfum sem sagt gott vegakerfi líka. Og við höfum verið kannski, vita það allir, eða væntanlega flestir, að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gerðu samning við ríkisvaldið sem er búin að vara núna í 10 ár, líklega eitthvað svoleiðis, ef mig er ekki að misminna, 10-11 ár, þar sem að í raun og veru stofnvegaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu voru settar á hold og látið sem sagt fara allavega milljarður í upphafi og svo var kvarnaðist upp úr því svona þegar leið á til þess að setja inn í almenningssamgöngukerfið. En ef ég fer ekki villuvegar, að þá hefur það allavega ekki skilað mjög miklu í flutningsmagni strætókerfisins. Þannig að þetta þurfum við að skoða vel þegar við förum út í bæði fjárfestinguna og reksturinn. Við þurfum að sjá fjárfestinguna fyrir eins nákvæmlega og hægt er og við þurfum líka að sjá rekstrakostnaðinn. Vegna þess að við hljótum að þurfa að velta því fyrir okkur hvernig við ætlum þá að reka almenningssamgöngukerfið, alveg saman hvort það heiti strætó eða strætó pluss borgarlína í framtíðinni. Þá þurfum við að sjá það fyrir okkur, við þurfum að sjá það fyrir okkur hvernig við fjármögnum það, hvað notendur sjálfur eiga þá að greiða og svo framvegis. Þannig að þetta sé eitthvað vitrænt og sé á einhverjum svona, hvað við segja, normal grunni með við það sem við þekkjum, til dæmis frá nágrannalöndunum. Nú veit ég það að menn hafa farið margar ferðirnar til nágrannalandanna og skoðað og það er bara gott og gilt og vonandi koma menn með
með reynslu og þekkingu frá þeim ferðum inn í þessa vinnu. En forseti, ég ætla með þínu leyfi að fá að lesa upp 7 spurningar. Ég ætla að fá að svo leggja það fram skriflega hérna á eftir og fá bara skriflegt svar við þeim í róligheitunum og þá á næsta fundi ef hægt er. Skriflega spurningar lagðar fram á 740. fundi bæjarstjórnar. Fyrsta spurning verður stofnkostnaður borgarlínu skoðar á grunni þessa samnings tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning, samanber skýrsla KÍ blaðsíða 11. Önnur spurning verður sparnaður / kostnaðar auki í strætókerfinu skoðar á grunni þessa samnings tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning, samanber KÍ blaðsíða 10 til 11. Þriðja spurning verður rekstrakostnaður borgarlínu skoðaður í þessum samningi tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning, samanber KÍ blaðsíða 11. Er Mosfellsbær með, fjórða spurning er Mosfellsbær með í þeim áætlunum sem liggja fyrir áform borgarlínu 2019 til 2033. Fimmta spurning, af hverju er Mosfellsbær, Garðabær, Seltjarnarnes og Hafnarfjörður ekki með í kostnaðarþátttöku 2019 heldur bara Reykjavík og Kópavogur. Sjötta spurning, í annarri grein í samningi SSH og Vegagerðar spyrjum þessi 5 undiratriði í hverju er a. forhönnun fólgin og hverjir mun annast hana. B. Í hverju er aðlögun fólgin og hverjir mun annast hana. Í hverju í hverju er skipulagsvinna fólgin og hverjir mun annast hana. D. Í hverju er gerð umhverfismats fólgin og hverjir mun annast það. E-liður, verður það tryggt að bindandi samkomulag við ríkið vegna framkvæmda við stofnbrautir, hjóla og göngustíga verði frágengið og verði óróa hluti að áframhaldandi framkvæmdum þegar kemur að öðrum áfanga. 7. spurning, liggur það fyrir hver sé æskileg, nauðsynleg, áætluð farþeganýting borgarlínu til þess að fjárfestingar og rekstrakostnaður verði ásættanlegur miðað við sambærileg verkefni annar staðar og þá væntanlega frá nágrannalöndunum. Forseti, takk fyrir þetta, ég hef lokið máli mínu. Já, má ég kannski aðspyrja þessar spurningar síðast, þú ert að beina þær þeim til... Ég myndi beina þeim bara til bæjarstjóra og beða hann bara að annast. Já, en eftir þá að rekna með að máli verið tekið aftur upp á næsta bæjarstjóra? Ég er að rekna með því að ég fá náttúrulega svar við þessum spurningum. Já, á bæjarstjóranum? Já. Þá myndu þið þurfa að fresta málunum? Það tel ég ekki. Ég er ekki þeirra skoðunar þó ég vil fá þessi svöru. Ég tel að þau sé ágætt sannleik fyrir mig bara til þess að halda áfram og það er ekkert sem hindrar þetta. Þetta eru bara spurningar. Ég tel allavega að forseti að við getum afgreitt málið. Já, það er málið núna. Já, ég er þeirra skoðunar. En þetta er bara innlegg í umræðina fyrir mig og fyrir aðra sem áhuga að hafa. Og að því eins og ég sagði hérna, mér finnst það skipta verulegu máli að við gerum okkur grein fyrir stofnkostnaði og rekstrakostnaði og svo framvegis. En takk fyrir, forseti. Já, Ásgeir, búin að byrja málið. Forseti, bæjarfulltrúi, ég kem undir sama lið. Mál nr. 1 í fundargerð bæjarráðs 399 uppbyggingu almenningssamgangna. Ég ætla að taka stuttútgáfuna á málinu, heiti málsins. Varðandi það að koma fram með þessar spurningar sem eru bara góðar og gildar, að þá eru þeim beint til bæjarstjóra og ég rekni bara til að við afgreiðum málið eins og liggur fyrir hér og síðan mun þá bara bæjarstjóri svara bæjarfulltrúa Stefáni Ómari og þá kemur það bara í ljós á seinni stigum málsins hvort að ástæða þykir til þess að taka það málinu á næsta bæjarstjórnarfund eða hvenær sem það verður. Það er þá bara bæjarfulltrúana svo óska eftir því þegar að svörin liggja fyrir. Sumt af þessum svörum er að mínu mati bara, þau bara hreinlega liggja ekki fyrir vegna þess að það er ekki komið til dæmis eins og ákvörðun varðandi rekstrarform, hvort þetta verði lestar eða hvort þetta verði hraðavagnar og svo framvegis. Það er, sú vinna á eftir að fara fram og eins varðandi þá ýmsar aðrar spurningar sem að koma þarna fram. En
við sjáum hvað fæst mikið að svörum á þessum tímapunkti varðandi það mál. En svo þegar við erum að ræða einmitt þetta stóra samkomulag borgarlínu og þá uppbyggingu á samgöngum og þá vegakerfinu og stofnbrautum og öðru slíku, þá þetta ekki endilega spurning sko hversu mikið sparast eða hvernig þetta verður. Það verður auðvitað að rýna í rekstrarkostnað og það verður auðvitað að liggja fyrir hvað mikið stofnkostnaður, en það verður að fara í þessa framkvæmd. Þannig að það verður bara búandi hér á höfuðborgarsvæðinu næstu 15 árum. Og það nú sem betur fer þannig að rannsóknir og kannanir sýna að aldamótakynslóðin og jafnvel þar undir og rétt þar yfir að þau eru með allt aðra sýn á almenningssamgöngur heldur en við sem erum aðeins eldri. Þannig að það nú kannski vonum það að það verði breytingar hvað það varðar, sérstaklega þegar komið þessi hágæða almenningssamgöngur. En það svolítið kannski spurning að breyta nafninu og hætta að kalla þetta borgarlínu vegna þess að þá sjá allir fyrir sér rándýrar lestir. Heldur, við höfum nú kallað þetta því þjála nafni, hágæða almenningssamgöngur í sérrými. Ef við myndum leggja eina malbikaða línu á milli Akraness og Vesturlandsveginum, hérðan frá N1 og niður á Höfða, þá erum við, og myndum bara leyfa strætó að keyra þar, þá erum við komið með borgarlínu. Þannig að það þá sérrými og hún myndi ekki þvælast fyrir, eða umferðin myndi ekki þvælast fyrir þeirri borgarlínu. Þannig að það var erfitt að segja til hver nákvæm kostnaðurinn verður núna, en það verður að fara í þessa framkvæmd, hvort sem hún kemur til að heita borgarlína að lokum, eða hvort það verði léttlestar, eða hvort það verði vagnar, hvort það verða mannlausir eða hvað, en það verður að fara í þessa framkvæmd til þess að við bara getum búið hér og keyrt hér og ferðast og í tala nú ekki varðandi þær skuldbindingar sem við höfum skuldbundið okkar í loftslagsmálum Íslendingar. Takk fyrir. Já, nú hafa ekki fleiri kvastir hljóðs þetta mál, það að segja mál nr. 1, málið með langanafnið. Þannig að ég lít nú á að umræðum það sé lokið. Þarna voru 6 mál á dagskrá bæjarráðs frá 16. maí, þannig að orðið laust eitthvert af hinum málunum. Anna Sigríður, við orðið gjörðu svo vel. Það reyndar ekki mál nr. 2 sko. Nei, það tökum þetta bara svona eftir hendinni. Forseti, ég kem upp undir máli nr. 3. Og fyrst ætla ég að segja að það þyrfti að laga þetta fyrirsögnina, það stendur samkeppni aðkomutákni á bæjarmörkum. Þetta þarf að laga. Þarna sem sé málið snýst það að bæjarráð samþykkir reynda bara með 2 atkvæðum gegn atkvæði M-listi satt hjá að hefjast handa við smíði eins aðkomutákns og til þess að rifja aðeins upp þá fór hér fram samkeppni á síðasta kjörtímabili í tilefni af afmæli bæjarins. Hvað erum við gömul aftur, Bjarki? 30 ára. 30 ára. Já, sko, Ásgeir fljótari, ja. Bjarki. Og eitt af því sem við gerðum var sem sé að setja á fót samkeppni aðkomutákn og sú samkeppni tókst mjög vel, það kom margar mjög áhugaverðar tillögur og þarna var mjög vandað til dómnefndarstarfa og allt gert samkvæmt kúnstarinnar-reglum og valið eitt verkið eða einn tillaga að tákni sem að mér persónulega líst mjög vel á, en það aukaatriði í þessu máli. Þetta náttúrulega kostar eitthvað, þannig að það greinilega búið ákveða að setja þessi aðkomutákn upp eitt í senn yfir einhvert tímabil og allt í lagi með það. En vandamál mitt varðandi þetta felst eiginlega í því að ég skil ekki alveg minnisblaðið sem fylgir þessu. Það kemur fram að það liggi fyrir drög á kostnaðaráætlun sem að þá gert ráð fyrir að kostnaður verði 19,5 milljón fyrir gerð allra 3 aðkomutáknanna. Núna verið að setja 5 milljónir skilst mér í 1. Ég held ég skilji það rétt.
og það kemur hér fram, það er hérna einhver skema, kostnaðaráætlun og þar kemur fram að það hafa komið verðtilboð í stálhluta og viðarhluta og steypuhluta og merki. Mér finnst þetta allt bara dálítið óskiljanlegt sko. Við erum með töluna 19,4 en við ætlum að í 1/3 ætlum að nota 5 milljónir já, mér finnst þetta bara, ég myndi bara gjarnan vilja fá aðeins útskýring á sko umræðum þetta í bæjarráði sko. Hvernig stendur á því að þetta er bara 5 milljónir, þessi 1/3 af 20 milljónum. Hvernig þetta liggur. Ég biðst afsökunar á hvað ég tala hægt, ég er að reyna enn einu svona að skilja þetta alveg þegar ég lesi þetta sko. Ef að formaður bæjarráðs geti kannski hjálpa mér aðeins. Já, gjörðu svo vel, ok. Takk fyrir það, forseti. Það er mál nr. 2, gerð aðkomutapps. Númer 3. Númer 3 fyrir gerð aðkomutapps fyrir Mosfellsbæ. Eins og kemur fram í minnisblaðinu að þá er hér, það kemur, ég les bara aðeins, fyrir líka drög að kostnaðaráætlun og er áætlaður kostnaður við gerð og uppsetningu 3 aðkomutapna 19,5 milljónir. Þetta er tilboð sem er komið þarna og þetta eru drög að kostnaðaráætlun. Hún er frekar rífleg heldur en hitt, svona til þess að hafa vaðið fyrir neðan sig. Endanlegt tilboð liggur ekki fyrir, það er ekki búið að ganga að þessu tilboði, en það er samt sem áður gert ráð fyrir því að fara í 1 af 3 núna til þess að sjá hvernig þetta kemur út. Forseti, ég glemdi einni spurningunni. Má ég spyrja hann núna þegar hann er í punktunum? Já, bara örstuð. Já, sko, aðalíf var að hugsa sko, á að fá tilboð bara í þetta eina eða á að fá tilboð í öll 3 sem að gilda þá í einhvern langan tíma. Hvernig eru það að hugsa þetta? Það var það sem ég var að hugsa. Eftir því sem ég best veit að þá er bara verið að fá tilboð í þetta eina núna. Okay. Og þá er ekki verið að binda sig í tilboð varðandi öll 3. En það er sem sagt gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun að verja alltaf 5 milljónum krónur til verkefnisins í fjárhagsáætlun 2019 og það er þá verið í ljósi þess að og þessa tilboðs þá er lagt til að það verið hafist handa við að smíða 1 aðkomutapn sem er þá fyrsta aðkomutapni verið sett fyrir neðan Úlfarsfellið þar sem að Mosfellsbæjarmerkið okkar er í dag. En það liggur þá fyrir að ef að endanlegur kostnaður við þetta fer upp í segjum 6 milljónir eða eitthvað svoleiðis, þá væntanlega bara að ganga frá því í viðauka í fjárhagsáætlun ef það kemur í ljós. En þetta er svona verið að skjóta á það núna miðað við þetta tilboð sem að koma með þessi drög að hvert og eitt muni kosta á bilinu 5 til 6 milljónir. Ef þetta svarar spurningunum. Takk. Já. Stefán Ómar hefur við mál nr. 3. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Kem upp undir þessu 3. máli, eða ekki? Aðkomutapnið. Bara hið besta mál og mér líst bara mjög vel á þessa útfærslu á því og allt það. Ég tek eftir og kannski ef einhver inni getur frætt mig það, kannski formaður bæjarráðs. Sko, það er eitthvað sem heitir verðtilboð og það er greinilega í allan pakkan og upp á 19,5 eitthvað með virðisaukaskatti. Og það er sem sagt, það búið að handvelja þarna fyrirtækin. Hvernig fór þetta fram? Nú höfum við innkaupareglur og allt þetta. Var það sem sagt, var það búið að fara gegnum þann kanal eða hvernig sem sagt dúkar það allt í upp með þessum tilteknu efnissölum og fyrirtækjum þarna? Já,
Eitt spurningu til þín, Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég verð að játa það að ég veit ekki hvernig var staðið að því að fá tilboð í þetta, en hvort að það var haft samband við hversu mörg fyrirtæki eða hvað, en það var þá leitast við að þá sem hagstæðist tilboð í þetta, og eins og kemur fram hérna þá þetta drög að kostnaðaráætlun og þetta áætlaður kostnaður við gerð og uppsetningu, þannig að það ekki búið að ganga frá samningum eftir því sem ég veit við eitt af þessum fyrirtækjum, en þetta allavega viðmiðunar kostnaður sem að kom þá í tilboðum frá þessum aðilum, og ég geri það ráð fyrir að það hafi verið lægstu tilboð sem að bárust, og svo skiptir að sjálfsögðu máli hvaða efni og útlistanir og annað menn hafa verið með í þeim tilboðum. Ég þekki ekki hvernig útboðin fóru fram í þessu. Já, fleiri sem vilja ræða þetta mál nr. 3, samkeppni um aðkomutákn á bæjarmörkum. Svo virðist ekki vera, þá umræðan það mál lokið. Eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða hana af hinum málunum. Svo virðist ekki vera, þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eru bennir að rétta bönd, og það eru 9 atkvæði. Og þá var það fundargerð bæjarráðsins síðari, það voru fleiri mál, alls 13 mál á dagskrá, haldum viku síðar, fimmtudaginn 23. maí, og varstu búin með orðið? Nei. Hvað segir þú ert? Þú hefur orðið, gjör sjálf. Já, takk. Já, forseti, ég kem hér upp undir mál nr. 7, húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar. Til að fara bara örstutt yfir þetta, þá ber sveitarfélögunum skylda til þess að gera húsnæðisáætlun. Vinna við þessa húsnæðisáætlun fór af stað, nú mann ég ekki alveg hvenær það var, en hún kom inn í einhverjum í drögum, hafði nú komið nokkru sinnum inn til bæjarráðs, og svo kom einhvers konar lokadrög í febrúar 2018, og þá var það svona lendingu eða samkomulagi að flokkarnir sem þá sátu í bæjarstjórn hefðu tækifæri til þess að koma á framfæri ábendingum og athugasemdum við þau drög sem þá voru fyrirliggjandi. Eins og ég hef áður sagt í þessari pontu, þá lögðumst við í mínu flokki yfir þessa áætlun þá og skiluðum inn athugasemdum, en málið kom ekkert aftur inn í kerfið til kjörinna fulltrúa fyrir en það dúkkar allt í upp núna í apríl. Sem sagt, þá koma lokadrög. Og aftur var það að ráði vegna þess að núna náttúrulega bæjarstjórn allt öðruvísi skipuð, heldur nú var skipuð á síðasta kjörtímabili, þannig að það var aftur að ráði að gefa frest til athugasemda. Og ég nýtti þann frest til að fara yfir þær athugasemdir eða ábendingar sem við höfum sendt frá okkur í fyrra, til þess að athuga hvað þeim hefði ratað inn í skjalið, og ég ætla bara samt að byrja áður ég fer aðeins yfir það, þá ætla ég bara að byrja að loka orðum mínum í upphaflegu athugasemdum 2018, og þau voru alveg í samræmi við það sem rætt var þá, en þá skrifa ég hér á ofan koma fram helstu spurningar, með leyfi forseta. Hér á ofan koma fram helstu spurningar og athugasemdir okkar bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar við fyrirliggjandi drög að húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar, og þá var 2018 til 2021, sem við mæntum að fái umfjöllun og síðan umræðu á fundi bæjarfulltrúa með starfshópum húsnæðismál, því það var rætt að bæjarfulltrúa myndi hitta hópinn sem vinnur þetta til þess að
kannski stilla saman strengi og spyrja spurning og fá svör og þess aftar. Ég vænti þess nú þegar ég sendi svo inn, sem sagt það sem ég gerði núna var að eins og ég sagði, ég fór yfir þær athugasemdir og ábendingar sem við höfum sent frá okkur til þess að athuga hvað var komið inn í drögin sem lágu hér fyrir í apríl og ég vænti þess þá að það yrði eitthvað samtal við okkur sem ekki eigum setu í bæjarráði þessa áætlun vegna þess að þetta er ekki bara einhver áætlun, þetta er mjög mikilvæg áætlun fyrir bæjarfélagið. Það greinilega er ekki ætlunin því að núna þessu drög hér bara til endanlegrar afgreiðslu og þannig ég verð bara eiginlega láta okkur vita að ég ætla að vera alltaf stundinni í þessari pontu. Þess að þetta er eini staðurinn sem ég hef þá tækifæri til þess að tjá mig þær ábendingar og athugasemdir sem við höfðum við þessa áætlun. Það er ég ætla ekki samt að vera svo lengi að ég fari yfir allar ábendingarnar, ég ætla ekki að þreyta ykkur með því að margar af þeim voru bara, hvað ég segja, það voru bara eiginlega tæknilegs eðlis, það voru ekki efnislegar athugasemdir heldur bara, það þurfti að laga samlagningu eða prósentureikning, þið vitið, einhverja svona ábendingar. Og margt af því, og eiginlega alltaf því sýnist mér vera komið inn í þau drög sem að liggja fyrir núna. En ég áttaði mig ekki á því vegna þess að ég fékk engin skilaboð það að það hefði verið tekið tillit til einhver sem ég hafði sagt. Og ég áttaði mig dálítið seint á því að það var fleira komið inn en ég hélt. Vegna þess að sko ég rendi bara yfir, sá eitthvað sem ekki var komið og hugsaði með mér, jæja, það var bara ekkert að taka tillit til neins. En í því sem er núna er verið að taka til fleiri hluta heldur en ég upphaflega kannski en upphaflega ég skildi málið. En varðandi húsnæðisáætlanir þá er samkvæmt leiðbeiningaplaggi Íbúðalánasjóðs sem hefur svona ráðgefandi og umsjónarhlutverk með húsnæðisáætlunum sveitarfélaganna að þá er hlutverk húsnæðisáætlana sveitarfélaga að draga fram mynd af því hver staða húsnæðismála er í hverju sveitarfélagi fyrir sig, greina framboð og eftirspurn eftir margvíslegum húsnæðisformum og setja fram áætlun hvernig sveitarfélagið ætlar að mæta húsnæðisþörf heimila til skemmri og lengri tíma. Þetta er svona bara svona í hnotskurn tilgangur húsnæðisáætlanina. Og Íbúðalánasjóður er, eins og ég segi, með góða leiðbeiningu það til hvers þarf að taka tillit og skal ég segja ykkur, já þetta sá hérna í dag að var komið inn, hann var ykkur aðtöð sem ég ætlaði að gera hérna. En ef við tölum bara til dæmis kafla G, mörg G, þetta er á blaðsíðu 15 í húsnæðisáætluninni og kaflinn heitir áætluð þörf fyrir húsnæði. Og samkvæmt fyrirsögn og forsögn Íbúðalánasjóðs þá kemur fram að það er mikilvægt að áætla húsnæðisþörf ýmissa hópa meðal annars út frá stöðu biðlista. Það þarf að huga þörf á húsnæði fyrir fatlað fólk og aldraða, félagslegt húsnæði sveitarfélags og þörf á nýju húsnæði á grunni mannfjöldaþróunar og fólksflutnings milli svæða. Það er talað í þessum leiðbeiningum að það sé mikilvægt að áætla húsnæðisþörf hinna mismunandi hópa. Og ég get ekki séð að það hafi verið gert í þessari áætlun. Ég sé þess hvergi stað í henni og hérna á blaðsíðu 26 kemur samt fram í þriðja síðasta punktunum í áætluninni sjálfri að veitt verið fé og eða stofnframlag til kaupa á félagslegum íbúðum sem mæti þeirri þörf sem metin hefur verið í þessari húsnæðisáætlun. Og ég sé ekki að þörfin hafi verið metin. Ég finn það ekki, það verður þá bara að vísa mér á það, en ég sé það ekki í skjalinu. Og ég vísa það aftur í það sem ég las áðan úr plaggi Íbúðalánasjóðs hvert hlutverk þessara húsnæðisáætlana
á að vera. Svo annað sem ég langar til að nefna, og það er upplýsingar biðlista. Öll sveitarfélög sem ég þekki til, þau eru alls ófeimið við að nota orðið biðlisti. Svo það er bara skýrt og klárt orð og það skilja það allir. Það orð kemur hvergi fyrir í þessu plaggi, því það virðast ekki, það orð er ekki notað sem sagt hjá meirihlutanum sem stýrir málum hér í Mosfellsbæ. Og nú ætla ég að taka fram það sem ég ætlaði að vera að byrja á að segja að það er margt gott í þessar húsnæðisáætlun. Fólkið sem vann hana er búið að leggja mikla vinnu í hana. En ég er hrædd að fólkið sem var valið til að gera þessu húsnæðisáætlun, það var að bæta á sig verkefnum það er fólk sem þegar hefur nóg á sinni könnu. Það hefði þurft að setja meiri pening í þetta, hefði þurft að fá aðkeypta vinnu, tel ég, til þess að gera þetta vel úr garði. Og þannig að gagnrýni mín, bara svo að það sé alveg á hreinu, hún beinist ekki gegn því fólki sem vann þessa áætlun, heldur gegn þeim sem að stýra gerðinu og hvað í raun og veru og setja pólitísku stefnu það hvað á að koma fram í húsnæðisáætlun, og það eru Vinstri grænir og Sjálfstæðisflokkur. Ekki launaðir starfsmenn bæjarfélagsins Mosfellsbæjar. Og mér langar til þess að benda á varðandi áætlun á húsnæðisþörf og félagslegt, svona almennt þá er ég ekki að tala um félagslegt húsnæði fyrir fatlað fólk, heldur bara almennt félagslegt húsnæði. Það kemur fram í gögnunum að í byrjun apríl þá eru 31 einstaklingur og 2 hjón með samþykkta umsókn um félagslegt leiguhúsnæði. Og ég myndi þá bara segja að þetta fólk er á biðlista. Þess að það fer enginn, þú færð ekki samþykkta umsókn ef þú uppfyllir skilyrði. Það getur ekki hver og einn bara sett sig á lista og búið svo til langan biðlista. Heldur það fólk að uppfylla við skilyrði til þess að teljast vera með samþykkta umsókn. Og eins og ég nefndi þá er þetta kallað biðlistar í öðrum sveitarfélögum. Nú veit ég ekkert hvað er að gerast með tölvuna mína hérna. Jú, svona. Og það kemur líka fram má sér það á blaðsíðu 15. Já, á blaðsíðu 15 kemur þessi tala fram sem sé. Þetta eru 31 einstaklingur og svo kemur fram barnlausir umsækjendur án barna. Þannig eitthvað þarf að prófa að lesa. Voru 14, það voru 6 með 1 barn sem hljóta þá að þýða 6 börn, það voru 2 með 3 börn, það hljóta að vera þá 6 í viðbót, þessi sunnu 3, og 9 voru með 2, það eru 18, þannig við erum að tala 30 börn. Það eru sem séu fjölskyldur með 30 börn sem eru með samþykkta umsókn félagslegt húsnæði í Mosfellsbæ. Og þá kem ég kannski að helsta gagnrýnispunktinum að það er, þegar maður fer síðan í aftasta kaflan sem er í raun og veru það sem heitir áætlunin sjálf, og ég er náttúrulega búin að renna yfir hann aftur og ég sé ekki að það sé verið að gera neinar ráðstafanir til þess að mæta þessu. Það er talað um, ég er búin að skrifa alltaf með blaðsíður til hjá mér, en það er talað um í áætluninni að félagsþjónustan hafi leyfi til að leigja 6 íbúðir fyrir fólk sem þarf að aðstoða að halda með húsnæði, og það er talað um hér að það þurfa að vegna ásóknar eða umsókna, eða ég man ekki hvernig þetta er orðað, að þá þurfi líklega að fjölga 2 upp í 8. Og gott og vel, 8 íbúðir er þó betra 6. En ég sé ekki í áætluninni sjálfri áform að gera þetta, eða sýn til þessara ára 22, hvar ætlum við að vera komin þá? Því eins og þið kannski vitið, þá hefur ekki verið keypt ein einasta íbúð inn í félagslega kerfi hérna, það eru óhætt að vera að segja áratugum saman. Við erum komin, hvað árið núna? 2019? Já. Og reyndar held ég að verið keypt ein, það voru selda 2 og keypt ein og þetta var eitthvað svona, þannig að þau enduðu með 1 viðbót. Og á síðasta ári minni mig.
Þannig að sko aðal tilgangur með húsnæðisáætlun að gera sér grein fyrir húsnæðisþörf allra fjölskyldna í bænum, gera sér grein fyrir framboðinu, gera sér grein fyrir eftirspurninni, gera sér grein fyrir sko hvers konar húsnæði þurfi, og ég get ekki séð að því sé náð í þessari húsnæðisáætlun, því miður, þrátt fyrir að mikil vinna hafi farið fram. Og svo enn eitt, og svo ætlum ég bara eiginlega ljúka þess að þið heyrið að ég ekki mjög sátt við þessa húsnæðisáætlun eins og hún liggur fyrir, og það að samkvæmt leiðbeiningunum sem ég búin að vitna hér í frá Íbúðalánasjóði, þá talað sko það þarf að skilgreina sko hvernig húsnæði í bænum í uppbyggingu, hversu mörg herbergi, hversu stórt húsnæði verið að tala um. Og ég leitaði nú ekki í öllum húsnæðisáætlunum land allt til að finna dæmi, en bæði hjá Hafnarfirði og hjá Reykjavík eru þessar upplýsingar. En okkur sagt að við getum ekki nálgast þær, og einhver sagði mér að það verður út á One Systems, og þá þetta bara eiginlega svona computer says no dæmi. Einhverjir eru með lausn á þessu, þó við getum ekki gert það sjálf. Og já, ég held ég bara láti þetta vera mér loka og allavega í bili þetta, en auðvitað þakka ég fólkinu sem vann við þetta fyrir það góða verk sem þau unnu í þeim tímaramma og með þau tól og tæki sem þeim voru sköffuð til þess að vinna þetta. En það breytir ekki því að húsnæðisáætlunin sjálf, sýnin til framtíðar, hún er pólitísk. Og hún í boði Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Já, það tveir mannaská, það Ásgeir og svo Valdimar, en Ásgeir, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli nr. 7 á æðarráðsfundi nr. 1400, húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar. Áður ég svara því sem að ég get svarað, sem að kom fram í máli bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar, þá vil ég kannski aðeins fara yfir málið. Það var sem sagt á síðasta bæjarráðsfundi, þá var samþykkt að vísa húsnæðisstefnu Mosfellsbæjar til bæjarstjórnar til afgreiðslu. Undanfarnar vikur hefur verið unnið að loka útfærslu á áætluninni og í þeirri vinnu var tekið tillit til athugasemda sem bárust meðal annars frá bæjarfulltrúum. Eins og kemur fram í stefnuskjalinu þá hófst vinnan með ákvörðun bæjarstjórnar í janúar 2017. Þá var skipaður starfshópur sem var falið að setja fram tillögu að húsnæðisáætlun fyrir Mosfellsbæ til næstu 4 ára. Starfshópurinn átti jafnframt að greina möguleg áhrif breytinga á rekstrarformi félagslegra íbúa fyrir Mosfellsbæ. Vinnan við áætlunina, hún tók lengri tíma heldur en áætlað var, eins og kom fram í máli Önnu Sigríðar, og þar með tafðist verkefnið lengur heldur en var reiknað með í upphafi. Ástæða þessa ekki vegna þess að það var svo ofboðslega mikið að gera hjá þeim sem voru að vinna hana, heldur var það þannig til dæmi sem hafði mikil áhrif á það var það að þeir 2 lykilstarfsmenn sem leiddu vinnuna, þeir létu af störfum á tímabilinu og annar vegna aldurs og hinn sneri til annarra verkefna, og það tafði vissulega verkefni. Og það var líka það sem gerðist að þegar að verkefni hafði tafist með þessum hætti, að það sem að þetta skjal mjög lifandi og verður lifandi meðan að það verður í gildi sem að verður til 2022, vegna þess að það þarf að koma inn í fjárhagsáætlun hvers árs varðandi þá uppbyggingu og breytingu sem við ætlum að gera hér og viðbætur og félagslegu húsnæði, að þá þurfti að uppfæra mjög mikið af upplýsingum sem að voru komnar í drauginn sem að voru tilbúin fyrir árið síðan, rétt fyrir kosningar, og það tafði líka verkefnið töluvert mikið. En þetta var nauðsynlegt að gera þetta, að uppfæra þetta, þannig að lokaskjali gæfi sem réttasta mynd af stöðu mála, en þetta breytist hratt hjá okkur í Mosfellsbæ, sérstaklega við erum að stækka mjög ört, og þannig að þetta var gert með þessum hætti að
þetta væri skjal sem að væri eins nálægt up to date eins og við segjum á vondri íslensku eins og hægt var. Nú ætta markmiðum starfshópsins við gerð húsnæðisáætlunar var að greina mögulega áhrif breytinga á rekstrarformi félagslegra leiguíbúða fyrir í Mosfellsbæ. Greining á rekstrarforminu hefur ekki enn farið fram eins og kemur fram en á sínum tíma þegar eignasjóður var settur á laggirnar var rætt það hvort félagslega leiguíbúðir ættu að vera hluti af sjóðnum en það var tekin ákvörðun að reka þær áfram sem B-hlutafyrirtæki innan Mosfellsbæjar að minnsta kosti þangað til starfsemi sjóðsins hefði fest sig í sessi. Þá var einnig tekið tillit til þess þegar var ákveðið að fara ekki í þessa greiningu og þessar breytingar. Það var einnig tekið til þess að leigjendur í mörgum tilfellum í erfiðri aðstöðu og því þótti heppilegra að starfsfólk fjölskyldusviðs ætti í samskiptum við skjólstæðinga frekar heldur en starfsmenn eignasjóðs bæjarins. Hvort sem að það verður svo breyting á því núna meðan að við verðum með þetta lifandi plagg í höndunum þá á einfaldlega bara eftir að koma í ljós. Síðan það annað að Mosfellsbær hefur farið þá leið undanfarin ár að leigja íbúðir af einkaaðilum til að brugðist hraðar við og mætt breytilegri eftirspurn eftir stærð íbúða. Þannig að það þýðir ekki bara að horfa á það hvað Mosfellsbær hefur keypt og ekki keypt margar íbúðir á undanförnum áratugum eins og að tala hér áðan. Þetta skiptir máli hvaða framboð og hvaða lausnir og hvaða úrræði Mosfellsbær veitir þessum einstaklingum og þessum fjölskyldum sem að þurfa á þessari aðstoð að halda. Þannig að þetta hefur gerst í Mosfellsbæ og þetta gert til þess að auka þjónustuna og hún sé hraðari og við getum mætt þessari eftirspurn eftir stærð íbúa og það gerir það að verkum að áhersla á að skoða rekstrarform var ekki eins brýnt og ef að íbúðirnar væru í eigum þess að bæjarfélagsins hefur verið fjölgað. Við verðum líka að horfa á það að úrræðum fyrir fólk sem að í þessari stöðu að þurfa aðstoð varðandi húsnæði, það hefur aukist mjög mikið undanfarin ár. Það eru til miklu fleiri úrræði sem betur fer heldur en að var hérna fyrir einhverjum árum síðan. Nú við gerð áætlunar var stuðst við skapalón Íbúðalánasjóðs. Anna Sigríður bæjarfulltrúi vitnaði í það og las þar upp úr því. Og upplýsinga var alla víða, til dæmis í Hagstofu, Þjóðskrá, Íbúðalánasjóði, eins og áður kom fram Byggðastofnun, gamla Íslandsbanka, Arionbanka, Samband íslenskra sveitarfélaga, SSH og síðan leigufélögum í Mosfellsbæ auk upplýsinga frá sviðunum hérna innan Mosfellsbæ. Það búið að leggja mikla vinnu í þessa húsnæðisáætlun eins og kom fram í máli Önnu Sigríðar. Og það þannig að mínu mati allavega með þessa húsnæðisáætlun að þetta ekki eitthvað sem að verður 110% þegar þetta lagt fram. Við þurfum einhvers staðar að setja punktinn við i-ið, punktinn fyrir aftan i-ið og þetta verður væntanlega lifandi áætlun í höndunum á bæjarstjórn meðan hún á að vera í gildi og þess vegna teljum við rétt að hún verði lögð fram til samþykktar í bæjarstjórn á þessum fundi eins og bæjarráð lagði til á síðasta fundi. Hvað varðar hvort að þetta heitir biðlisti eða hvort að fólk sem samþykkta umsókn í kerfinu að þá það alveg hárrétt, það væntanlega sami hluturinn en biðlistar geta verið mjög síbreytilegir og fólk sem á biðlista það getur jafnvel verið í úrræðum eða með annars konar aðstoð frá bænum þó að sé komið á biðlista. Þannig að það kannski ekki verið að nota þetta orð biðlisti hér eins og kannski annars staðar vegna þess að ekki að sé eitthvað skömmustulegt eða fólk skammist inn eitthvað fyrir það heldur þetta geta verið mjög misjafnar, við getum sagt svona aðstæður fólk sem á þessum biðlistum. Það sem að meirihlutinn leggur til að við leggjum fram þessa húsnæðisáætlun til samþykktar hér í bæjarstjórn en jafnframt vil ég lesa hér upp tillögu með leyfi forseta þar sem að fjölskyldusviði veitt heimild á árinu 2019 til þess að fjölga íbúðum sem teknar eru
á leigu af einkaaðilum síðan sem framleiðast á sömu kjörum og félagslegt húsnæði úr 6 í 8. Þannig að það verið fjölgað 2 íbúðir á þessu ári og það eru þá áætluðu kostnaðar vegna þess á árinu 1,5 milljónir vegna þess að við munum þá væntanlega geta gert þetta fljótlega upp úr miðju ári, kannski frá 1. júlí eða eitthvað svoleiðis. En þetta þá gert til þess að auka framboðið og koma til móts við þá sem eru með samþykkta umsókn félagslega íbúð í Mosfellsbæ. Og ég geri það ráð fyrir forseti að við kjósum sérstaklega þetta mál, samþykkt húsnæðisáætlunar í þessari fundargerð og að við kjósum þá sérstaklega þessa tillögu jafnframt þegar það verið gert. Takk fyrir. Já, við heldum umræðina áfram en eins og það komið fram við viljum greiða sérstaklega atkvæði þetta mál eftir. Bæjarráðs vísaði áætlunni til bæjarstjórnar til afgreiðslu þannig að hún verður þá formlega afgreidd. Ég held að sé rétt að gera það formlega eftir og Má ég spyrja, svo greitt sérstaklega atkvæði um þessa síðan það þá bara spurning hvort að það verði þá ekki þetta ákvæði þá verði þá inni í þessari áætlun eins og hann lasum á hann að það verði heimilað. Það er að segja áætlun verði borin upp með þeirri breytingatillögu sem að hér var með fram á hann. Er ekki bara eðlilega að leggja fram gögnin sem við fengum fyrir þennan fund? Við greiðum atkvæði þau og svo greiðum við atkvæði þessa tillögu. Já, ef við getum ekki, kannski er það gert ekki. Við skulum, tökum það fyrir og eftir, við höldum umræðin áfram þetta mál. Valdimar, gjör svo vel, þú ert næstur að mælda svo á. Herra forseti, ágæta bæjarstjórn. Það húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar. Hér hefur verið máli reifa og farið yfir uppruna þess sem var eins og komið fram. Uppruni var í 2017 í janúar þegar það var samþykkt í bæjarráð að hefja þessa vinnu sem þá rúm 2 ár síðan. Bæjarfulltrúi og annað sagði hérna áðan að þetta hefði dúkkað síðan upp hérna í apríl. Það var vegna þess að ég kom með athugasemd það að það væri ekki komin þessi áætlun fram og í framhaldi af því þá var að við minna við það. Það var gefinn frestur þá til þess að skila þeim athugasemdum eins og kom fram hérna þessi ný framboð í bæjarstjórn. Við í Viðreisn skiluðum athugasemdum sem lutu aðallega að bara tölfræðilegum vitleysum eða villum og hérna en ekki stefnuna sjálfa. Ég byrjaði að taka fram að þakka fyrir bara vinnuna sem er lögð í þetta af hálfu starfsfólks bæjarins sem hefur verið mikil og góð og það sem ég er að segja þessa skýrslu er alls ekki neinn áfellisdómur störf þeirra eða gagnrýni á þeirra störf. Það er ágætt að hafa svona á einni hendi upplýsingar húsnæðismarkaðinn í Mosfellsbæ. Gott að hann sé svona tekinn saman, en það er það svona tilgangur annar með þessum húsnæðisáætlunum að það sé gert. Það er hlutverk þeirra að draga fram þessa mynd, hver staða húsnæðismála í hverju sveitarfélagi og greina framboðið og greina eftirspurnina og greina þörfina ekki síður eftir félagslegu húsnæði og svo framvegis. Og svo líka þetta sem er skylda sveitarfélagana, ekki gleyma því, það er lögbundin skylda sveitarfélagana að sjá íbúðum fyrir húsnæði. Og þetta er það sem liggur fyrir hér. Og þetta er eins og kom fram núna hjá Ásgeiri, bæjarfulltrúa Ásgeiri, þetta er lifandi skjal og ber að líta á það sem þannig. Þannig að ég svo sem er sammála því að það þurfi einhvers staðar að setja punkti fyrir aftan og fara á klára þetta mál. Við hefðum alveg viljað hafa
mánuð í það að fara yfir þetta og koma inn með ítalegri gagnrýni á það sem í skýrslunni og við höfum það alveg en svona þetta og það segir í þessari skýrslu í stefnunni það sem heitir stefnumarkandi áætlun fyrir næstu 4 ára að nánari útfærsla þessar stefnumarkandi áforma birtist í fjárhagsáætlun hvers árs og þær skuldbindingar sem þar kom fram byggja á endurmati á þeim þörfum sem verður uppi. Það meðal annars verkefni bæjarráðs og fjölskyldunefndar að fylgjast með þróun mála á húsnæðismarkaði í bæjarfélaginu og leggja til fjárveitingar sem styðja framkvæmd við þessa húsnæðisáætlun. Þannig að það alveg, þetta eitthvað skjal sem verður lifandi, þetta eitthvað skjal sem fyrir að vera kannski breyting á stjórn hér í bænum þá munum við sjálfsögðu breyta þessu og vonandi þá tökum við þetta til umræðu á hverju ári. Ég ætla líka að taka undir gagnrýni bæjarfulltrúa Önnu á það sem heitir stefna í þessu skjali. Það stefnumarkandi áherslu til næstu 4 ára sem eru þarna aftast í skjalinu. Og aðeins að gagnrýna það. Af því að þar kemur fram í pólitíska sýn. Það ekki eitthvað sem við eigum að klára, það eitthvað sem við sjáum fyrir okkur að sé það sem við leggjum áherslu á næstu árum. Og ég vil líka aðeins áður fer í þetta að taka undir það sem hún sagði Anna, hér var unnið með öðrum hætti heldur en við sétlum sér á Reykjavíkurborg og fleiri stórum sveitarfélögum. Nota bene Mosfellsbær og Kópavogur einu sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðin sem eiga til að skila inn áætluninni. En mér skilst að Kópavogur til dæmis búin að fá einhverja utanaðkomandi aðila til að vinna skýrsluna. Við höfum ákveðið að vinna þetta innanbæjar. Ég svo sem ætla ekki að gagnrýna það, en þá eru fólk að vinna þetta með annarri vinnu. Hins vegar þetta þessi hluti skýrsluna sem lítur að stefnumörkun sem hefði kannski átt að vera á okkar borði. Þar hefði ég viljað sjá, nota orðið eins og öruggt húsnæði. Ég hefði viljað sjá í fyrstu grein þar sagt að í stað þess að segja á sviði skipulagsmála og uppbyggingar Mosfellsbæ verður lögð áhersla á fjölbreytilega og manneskjulega byggð þar sem fjölskyldan fyrirrúm og góðum tengslum aðliggjandi náttúru og útivistarsvæði. Að við segjum frekar að við viljum tryggja öruggt húsnæði þar sem við þörfum ólíkara hópa mætt í góðum tengslum við útivistarsvæði náttúruna og að húsnæðisframboð í Mosfellsbæ sé í samræmi við ólíka hópa. Og svo framvegis. Í stefnunni líka allt og mikið af óþarfa texta. Óþarfa texta það að hvað búið að gera. Það ekki málið í stefnu hvað búið að gera. Dæmi það það sem talað eldra fólk. Að áfram verður unnið að fjölgun íbúa ætluðum eldra fólki. Hver getur? Jú, ég tek undir það. Og ég held að það ætti að vera sem sagt eitthvað á stefnumörkunum það hvar við ætlum að gera, hvenær við ætlum að gera og hvað ætlum að gera mikið. Í stað þess sagt en því mun fjölga töluvert á næstunni, það eldra fólki, með tilkomu einhverja íbúða sem búið þegar að taka ákvörðunum og svo framvegis. Ég get haldið áfram á þessa leið. Ég hef svona athugasemdir sem ég get líka sent og ég ætla líka að taka undir varðandi það sem talað var biðlista. Það akkúrat dæmi þessa stefnu. Við höfum að sjálfsögðu að hafa stefnu það hvernig við ætlum að mæta þörfum fólks sem býr við vanda. Hvernig við ætlum að leysa vanda þeirra. Og við eigum að hafa þá stefnu að hann verði sem allir lægstur og við höfum að setja okkur markmið það. Hversu fljótt og hversu vel við ætlum að leysa úr vanda þeirra sem að búa við verri kjör en aðri, eða sem í þörf, getur við sagt. Og það eitt af því sem sagt í leiðbeiningum íbúðunum, svo það eitt af því sem við þurfum að gera. Ég hins vegar sammála því að það ekki endilega lausning að sveitarfélagið þurfa að kaupa íbúðir.
mér hugnast það ágætlega að við leigjum líka íbúðir, þannig getum við brugðist fljótar við vanda sem kannski getur verið sveiflóttur. En það ekki framboð úrræði sem skipta máli, það útkoman sem aðalatriði. Það að segja, lausnin fyrir þá sem eru og standa frammi fyrir þeim vanda að hafa ekki húsnæði. Það það sem skiptir aðalmáli og ef lausnin á því betri að leigja, þá tek ég undir það. Ég ætla að gera eina athugasemd viðbót við þetta, og dæmi það hvernig stefnan sett fram hérna sko. Það talað um það að það að fjölga leiguíbúðum. Og gott og vel, en það engin áætlun um það hvernig að gera. En það sagt einhvers staðar, eða það sagt í grein. Þetta tvítekki sko, að tvítekki að stuðla að jafnvægi aldurssamsetningu og svo sagt líka að vinna að jafnari aldurssamsetningu. Þetta skrítið, en allavega þá sagt að það sagt með því að hvetja að skapandi aðstæðurnar sem byggðar vera íbúðir sem henta ungu fólk getur kaupt sér leigu. Í því sambandi má nefna uppbyggingu námsmannaíbúða sem byggðar af byggingarsamvinnufélögum sem fá úthlutað lóðum til að byggja leiguíbúðir og svo haldið áfram sem verða leiguðar út án arðsemissjónarmiða og svo kemur langur text takmarkað framboð minni húsnæði og texti sem skiptir ekki máli. Það þetta með að byggja leiguíbúðir sem verði án arðsemissjónarmiða. Ég ætla að gera athugasemd við þetta. Ég sé ekkert að því að það sé byggðar íbúðir sem eru með arðsemissjónarmiðum í huga líka. Það sem skiptir máli þarna ekki að einhver einkaaðili græði hugsanlega á því að byggja þetta, hvort sem það smiðurinn eða einhver annar. Það sem skiptir máli aðkoma bæjarins í því. Það yfirleitt þannig. Hvort lóðin ódýr og hvort það gefið eftir þar eða hér. Það það sem skiptir máli. Það getur vel verið að það borgi sig frekar. Að það sé eitthvað byggingafélag sem byggi íbúðir sem að koma þá námsmanna íbúðum og einhverjum öðrum til góða. Þá það bara hitt besta mál. Við höfum ekki að takmarka okkur á þennan hátt. En það þetta sem ég vildi segja. Ég held að við ætlum að búa til stefnu þar sem að við leggjum áherslu á það að það sé öruggt húsnæði. Það sem þörfum ólíkra hópa mætt, svo getum við bætt við í góðum tengslum við útivistarsvæði náttúru. Vegna þess að það jú sérstæðinu. Það bara sveit í borg. Takk fyrir. Já, annars þú neitt að mælda skjálgjörðu svo vel. Já, sko, ég held að ég geti tekið undir flest sem bæjarfulltrúi Valdimar sagði og mér var sérstaklega góð tillaga hans breytingu á fyrstu setningunni í stefnunni örugga húsnæðið. Ég hef kannski ekki verið alveg nógu skýr, en það rauði þráðurinn í öllu þessu stóra plani húsnæðisáætlanir. Það að sveitarfélögin standi við sínar skyldur að útvega fólki húsnæði þegar það þarf húsnæði og þegar það í þannig stöðu að það þarf á aðstoð að halda. Það bara örfáir punktar varðandi þessa sífelldu endurskoðun. Sko þá það heldur ekki hugsunin með þess að þetta verið sífelld endurskoðun þetta plagg sér stefna. Þetta stefna til nokkur ára. Það sem hugsað til endurskoðunar, það tölfræðilegar upplýsingarnar. Það talar sérstaklega að árlega þyrfti að taka upp þessa áætlun til þess að skoða tölfræðina. Einhver breyting, hefur íbúasamsetningin breyst einhvern veginn þann hátt að það þurfi kannski að hnika einhverju til, en stóra myndin í þessar áætlun á að standast. Þess vegna heitir hún frá 2019 til 2022. Hún heitir ekki 2019 til 2020. Hún heitir 2019 til 2022.
Þannig að ég held að það er enginn ætla sér að leggja fyrir sveitarfélögin í landinu að gera nýjar húsnæðisáætlanir á hverju einasta ári og en auðvitað þarf að skoða alltaf tölfræði grunni sem byggt er á. Svo varðandi heimildir til leigu, sko, ég er alveg sammála því og það höfum við margt sagt hér fulltrúar Samfylkingarinnar við þetta borð hér gegnum árin. Það er ekkert að því að leigja íbúðir fyrir fólk sem þarf aðstoð okkar við að komast í öruggt húsnæði. En það er hins vegar dálítið sérkennilegt samt að Mosfellsbær nánast eitt af ég ætla nú ekki að taka svo djúpt í árinu að segja eina sveitarfélagi, en allavega það eitt af fáum sem virðist ekki þurfa að kaupa húsnæði. Og svo maður sagt að þessu öllu sé bjargað með leiguhúsnæði, svo kemur það í ljós að það er leyfi til að leigja 6 íbúðir. En núna á að fjölga þeim með 8 og það er gott, ég er bara mjög ánægð með það að fjölga þeim með 8. En þetta og það er eitt sem okkur finnst að þetta skoða, að ef að einstaklingur sem uppfyllir skilyrði og komið með samþykkta umsókn, ef að sá aðili getur útvegað sjálfur íbúð, að þá ætti að skoða það mjög alvarlega að það væri heimilt þá fyrir hann og að bærinn kemur bara inn í þá að borga, það verði ekki þannig að bærinn þyrfti að útvega leiguhúsnæðið. En hvað skrifaði ég svo hér? Já, svo er ein spurning, hún er hvað ég að segja, hún er svona stjórnsýslulegs eðlis og varðandi það hvað fylgir með fundargögnum og spurningin er svona og ég ætla að fá að beina henni forseti til þá væntanlega bara lögmanns bæjarins. Hvernig stendur á því að athugasemdir Viðreisnar eru ekki birtar með fundarboði bara athugasemdir og ábendingar Samfylkingarinnar. Það er bara eitt skjal, fylgiskjal með og það er bara athugasemdir sem við sendum inn. En það var áhugavert að sjá athugasemdir annar og sjá hvað það er sem fólk kemur auga á. Og svo að lokum, mjög mikilvæg ábending sem að ég glemdi bara að fylgja upp áðan og þá ætlum ég bara að byrja því að lesa upp úr húsnæðisáætluninni sjálfur aftast og það stendur í næst síðasta punktinum, blaðsíðu 26, að nánari útfærsla þessara stefnumarkandi áforma birtist í fjárhagsáætlun hvers árs og þær skuldbindingar með leyfi forseta, ég biðst afsökunar, það sem koma fram byggja á endurmat á þeim þörfum sem þá verða uppi og svo kemur það sem ég vil leggja áherslu á. Það er meðal annars verkefni bæjarráðs og fjölskyldunefndar að fylgjast með þróun mála og húsnæðismarkaði í bæjarfélaginu og leggja til fjárveitingar og svo framvegis. Og þá spyr ég hvernig stendur á því að þetta plagg hefur aldrei komið inn til fjölskyldunefndar. Þetta plagg hefur aldrei farið inn á fund fjölskyldunefndar. Og nú gerir ég mig grein fyrir því að þetta er stórt plagg, í rauninni er þetta mjög pólitískt plagg. Þannig að það er alveg eðlilegt að það fara af stað hjá bæjarráðinu og að kjörnir fulltrúar séu mikið að vinna í vegna þess að þetta er pólitísk stefnumótun. En við erum með fagnefnd þetta sem heitir fjölskyldunefnd sem hefur stóran hluta þessum umfjöllunarefnum á sinni könnu og mér finnst mjög sérkennilegt að núna sé þetta plagg koma af þann stað að þá fara til loka samþykktar á bæjarstjórnarfundi og fjölskyldunefnd hefur aldrei fengið það til kynningar. Þannig að mér langar til þess að leggja bara þá fram tillögu núna það að reyna aðeins að bjarga hlutunum að þessu húsnæðisáætlun fari og núna náttúrulega þýðir ekkert að senda hann inn og fá okkur athugasemdir þess að hún verður samþykkt væntanlega, gerir hér ráð fyrir að þetta plagg fari inn til fjölskyldunefndar til kynningar fyrir fulltrúana sem sitja þar. Og þá ekki síst þá í ljósi þess að blessu nefndin er nefnd til sögunar sem ábyrgðaraðili á afturstu blaðsíðu. Takk. Já, Ásgeir, þú þetta næstur, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Það er sama mál, fjölskyldu húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar. Þegar kemur að því að bæjarfulltrúar tjái sig það hvað sé ofaukið og hvað sé
og hvað vanti inn í áætlunina, þá verðum við kannski aldrei 100% sammála um það. Sumum finnst vera of mikið texti þarna og öðrum finnst vanta texta annars staðar og síðan þetta spurning orðalag og annað. Það alveg eðlilegt og ekkert út á það að setja. Ég held að þegar kemur að því að afgreiða þetta plagg, þá það samt þannig að þetta lifandi plagg. Og ég ekki að tala um það, þegar ég tala um þetta sé lifandi plagg, en það kemur fram að það eigi að endurskoða áætlunina eða skoða hana á hverju ári. Og ef að það kom upp verulegar breytingar í málaflokknum í Mosfellsbæ og ef að við sem erum alltaf að reyna að rýna til gagns, hvort sem við erum vonandi í meirihluta eða minnihluta í Mosfellsbæ, erum að rýna til gagns í þessum mikilvæga málaflokki, ef að við sjáum eitthvað eins og kemur fram og kom fram í ágætum athugasemdum frá Samfylkinginu og frá Viðreisn og fleirum, eitthvað sem má betur fara, að þá að sjálfsögðu finnst mér það mjög sjálfsagt að það yrði tekið tillit til þess og því bætt inn í áætlunina þrátt fyrir að það væri kannski 1 eða 2 ár eftir gildistímum. Þannig horfi ég á þessa áætlun. En það ekki víst að aðrir sjáu þetta þannig. Þetta ekki greift í stein og þetta eins og ég sagði áðan, búið að vera í langan tíma, það búið að kalla eftir þessu og ég held að svona stóru atriðin sem að svona áætlun á að ná utanum, ég held að sé búið að gera það með þessu skjali, þó svo eflaust eins og hefur komið fram hjá einhverjum að það hefði eitthvað mátt betur fara, en ég held að stóra myndin sé góð, það búið að leggja mikla og góða vinnu í þetta og þegar kemur að því að við erum að tala um biðlista, að Mosfellsbær sé ekki með neina stefnu hvað varðar biðlistana. Ég hef ekki séð það í húsnæðisáætlun annarra sveitarfélaga. Þið leiðréttið mig ef ég að fara með fleipur þar. Ég hef ekki séð það og þeir ætla að vera búin að eyða öllum biðlistum hjá sér til dæmis fyrir 31. september 2019 eða annað. Það kemur hvergi fram sem ég hef séð. Að það eigi að vera búið þannig að það vera að kalla eftir því að Mosfellsbær, það vanti stefnu hjá Mosfellsbæ að eyða biðlistum í félagslegum húsnæði. Ég var ekki að tala um að þú hefði sagt það, fleiri búin að tala heldur en þú. Já, það ekki nóg, annars þið. Ekki fram í völd. Ég vil að fá að horfa hvað séum við. En þannig að það nú kannski ekki endilega það sem við erum að horfa. Og ég vil líka benda á það, þrátt fyrir það að þessi áætlun hafi ekki verið til fyrir núna, að þá unnið hér á hverjum einasta degi í stjórnsýslunni í Mosfellsbæ að gera allt sem hægt til þess að finna úrræði fyrir fólk sem þarf á aðstoð að halda varðandi húsnæðismál. Þannig að það ekki einhver málaflokkur sem að hefjast og svo vinna sem að hefjast núna með útgáfu þessara áætlun. En ég vona að við getum verið þokkalega sátt við þetta, þó að sé greinilega ekki allir 100% sáttu við þetta og ítreka aftur að þetta plagg það kemur til með að vera eins og við áður sagt lifandi og varðandi það að þetta sé ekki komið ennþá í hendurnar á fjölskyldunum, þá spurning hvort að þetta hefði átt að vera komið til þeirra á fyrri stigum en að sjálfsögðu þegar þau eru nefnd í þessu skjali að þau eigi að fylgja eftir ásamt á bæjarráði þessu að þá þegar hún hefur verið samþykkt, hún ekki samþykkt, hún vonandi samþykkt hér á eftir, að þá að sjálfsögðu munum þeim berast þessi skýrsla og þau munum þurfa að vinna með hana í sinni vinnu ásamt fjölskyldusviðinu og bæjarráð og bæjarstjórn eftir því sem að við á. Takk fyrir. Já, Stefán Ómar hefur beðið orðið. Gjörðu það vel, Stefán. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að hafa mörg orð eða bæta miklu við það sem að bæjarfulltrúar Samfylkingar og Viðreisnar hafa sagt þessa skýrslu. Ég svona efnislega fylgi þeim í því sem hefur komið þar fram og ætla að láta það duga. Ég hvet eindregið til þess að þetta plagg auðvitað fari til fjölskyldunefndar. Það algjörlega á sviði fjölskyldunefndar að fjalla stóran hluta af þeim viðfangsefnum sem þarna koma fram. Þannig að ég gerir bara ráð fyrir því að fjölskyldunefnd fái þetta til snarasta til
til kynningar, þó ekki sé annað vegna þess að það er jú hún sem að þarf kannski að koma málum við uppfærslu á tölum, það er kannski þær sem verða fyrst og fremst lifandi frá ári til árs í þessu, þó að meginplaggið standi áfram, að fjölskyldunefndin fái þetta til þess að setja sig í stellingar og vonandi og væntanlega þá fylgja því eftir ár frá ári héðan í frá. Ég líka óska eftir því að þetta plagg verði merkt út á vefinn. Ég sé það núna að það fylgir ekki fundargerð bæjarráðs sem sagt til aflestrar fyrir almenning þrátt fyrir skýra reglur það og það er nú eitthvað sem við þurfum að held ég að taka okkur tak með hvernig við framkvæmum það. En það sem ég ætla kannski að bera niður í, það er í innganginum og með leyfi forseta, ég ætla að fá að lesa nokkra línur úr þessu. Það segir við skráningu íbúðarhúsnæðis í Mosfellsbæ er stuðst við XX System. Hugbúnaðarkerfið býður ekki upp á að fjöldi herbyggja í íbúð sé skráður, en ég heldur hvort húsnæðið uppfylli kröfur algilda hönnun. Í leiðbeiningum Íbúðalánasjóðs er gert ráð fyrir því að í húsnæðisáætlunum sveitarfélaga séu þessar upplýsingar aðgengilegar. Umfang vinnu við að afla þeirra upplýsinga eins og málum er háttað í dag er ekki verjandi vegna mikils tilkostnaðar sem það hefði í för með sér. Væntanleg uppfærsla hugbúnaðarins á vegum Mannvirkjastofnunar mun gefa þennan möguleika. Vitið það að þetta er bara ein hringa vitleysa, allt saman sem stendur þarna. Og ég bara býð það hér úr þessari pontu að setjast niður með þeim sem eru þarna greinilega á einhverjum villigötum og finna bara út úr þessu. En þessi texti er bara forsetið með fullri virðingu fyrir öllum og ég ger bara ráð fyrir að þetta sé einhver misskilningur, er bara heldur ekki vatni. Já, nú er enginn að mæta skrá, þannig ég lít svo á að umræðin sé nú lokið, en við erum eftir að afgreiða hér tillögur og áætlunina. Þannig að kannski rétt að ræða það að það er í fyrsta lagi þá tillaga sem að bæjarfulltrúi Ásgeir las upp, þar sem að fjölskyldusviði verið heimilið að eygja 2 íbúðir fyrir svokallaðar félagslegar íbúðir. Að við myndum fyrst greiða atkvæði það. Ef við ekki klára fundargerðina fyrst og klára svo mikið? Já, við getum kannski verið að klára þetta mál. Við verðum að klára þetta sér, sko. Já. Af því að ég held að það sé ágætt að klára það. Svo fyrir við hinn málinu því að við þurfum að greiða atkvæði þennan lið alveg og taka það alveg á enda. En það sé ágætt bara að taka það alla leið núna. Sem fyrsta lagi að við greiðum atkvæði tillöguna sem bæjarfulltrúi Ásgeir las upp, fjölgun íbúðum 2 félagslegar íbúðir og síðan þá áætlunin í heild hvort að bæjarstjórn samþykki hana eins og hún stendur hér í fundarboði og þriðja lagi þessi tillaga sem kom hér áðan fram hjá Önnu Sigríði að vísa áætluninni til fjölskyldunefndar. Ég tel eðlilegt að sé greitt atkvæði áætlunina, þess að það er hún sem er hér á dagskrá og síðan komið viðbótartillaga það að fara að einhverju sem lagt til hér, skiljiði. Mér finnst það bara eðlileg röð. Og síðan Já, það er taka fyrst bara áætlunina. Já, kannski breytir ekki öllu. Já, mér finnst það bara lógískur röð í þessu. Tillöguna og svo fundargerðin. Húsnæðisáætlunin í heild, tillöguna 2 félagslegar íbúðir og síðan tilvísun til fjölskyldunefndar. Er allir inn á þeirri blaðsíðu? Já, ég ætla að fá að lesa tillöguna aftur. Já, við skulum þá gera það að myndum þá byrja á henni og greiða atkvæði tillöguna. Akkur greiði ekki atkvæði þessa áætlun fyrst? Það er hún sem er grundvöllur með þetta. Ég vil ekki geta það. Já, allt í lagi. Þá svo allir sé nú vissir hvað að gera, þá greiðum við, eða göngum við til atkvæði húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar. Ég ætla að bóka undir húsnæðisáætlun. Ég tilkynni bókun líka þegar. En við klárum fyrst atkvæðagreiðsluna. Já. Þeir sem eru samþykkja húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar eins og hún liggur fyrir í þessu fundarboði bara rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, það eru 5 atkvæði með og 4 sitja hjá.
og er þá ekki rétt að við ljúkum þá atkvæðagreiðslunni og förum svo í bókunar. Ef við tjá okkur að gera grein fyrir aðkvæð. Það er alveg hægt, já. Þá er það að gera það. Já, gjörðu svo vel. Valdimar. Getur bæjarstjórn. Forseti. Hér var greitt atkvæði húsnæðisstefnu Mosfellsbæjar. Bæjarfulltrúi og Viðreisnar satt hjá. Það er skiljað þannig að það sé allt ómögulegt í þessari húsnæðisstefnu, alveg alls ekki. Það er bara fleira gott í henni heldur en slæmt, eins og ég visti hérna áðan. Það er mjög margt gott í henni. Hins vegar er þetta að stefna meirihlutans og þess vegna tók ég ákvörðun það að sitja hjá og bóka eftirfarandi með leyfi forseta. Bæjarfulltrúi og Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu húsnæðisstefnu Mosfellsbæjar. Skýrslan er ágætt, samantekt á húsnæðismarkaðnum í Mosfellsbæ en þar vantar inn afgerandi stefnu til næstu ára. Takk. Anna Sigríður, varst þú búin að byrja? Já, ég var búin að boða bókun og lesa hana. Forseti, ég ætla þó bara endurtaka það sem ég sagði í ræðu minni hér áðan að gagnrýni mín felst í raun og veru pólitíska hlutan af þessari stefnu að ekki á þá vinnu sem hér hefur verið lögð fram eins og ég held ég hef margsagt hér áðan og ég syns ég satt hjá vegna þess að mér finnst þetta ekki alveg nógu metnaðarfullt sko. Og bókun mín er svohljóðandi, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar situr hjá við afgreiðslu húsnæðisáætlunar Mosfellsbæjar 2019–2020. Stefnumarkandi áherslur Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks í Mosfellsbæ til næstu 4 ára eru óljósar og almennar og til dæmis ekki tekið nein afgerandi skref til að stytta biðlista eftir almennum félagslegum íbúðum. Þá er ekki að sjá að þarfir mismunandi samfélagshópa hafi verið kortlagðar í áætluninni og Íbúðalánasjóður leggja áherslu á það í sínu leiðbeiningum varðandi gerð húsnæðisáætlana. Já, við getum þá líka svo að þessu svo lokið og við getum þá greitt atkvæði tillögunum að vísa, best að gera það formið að vísa þessu til fjölskyldunefndar, áætlun sem slíkur til kynningar. Þessi samþykkja það, áætlun sem vísa til fjölskyldunefndar, það er samþykkt með nýja atkvæðinu. Síðan kemur þá lokum undir þessum lið, það er tillöga sem að bæjarfulltrúi Ásgeir las hér upp áðan. Vil ég að bæjarfulltrúi að heyra hana aftur eins og hún var, eða erum við tilbúinir í atkvæðagreiðslu? Ég man alveg hvernig það var sko. Ok. Allir tilbúinir, atkvæðagreiðslu, sem efnislega gengur Augnablik. Bara samþykkina með fyrirvara samningu viðauka eða við fjárráð. Eða bara nýta aftarlega samþykkt með fyrirvara viðauka við fjárráð. Ég skal bara, má ekki bara lesa hana frá mér? Já, eins og við lastum á. Gjörðu svo vel. Takk. Það voru við sem ákveðum viðaukann, það er engin annar. Samþykkt sér. Sem ekki að þessu fundi. Við handhafa það. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Tillagan er þá þannig frá meirihluta D- og V-lista varðandi sem er það með húsnæðisáætlun fyrir Mosfellsbæ. Fjölskyldusviði verði veitt heimild á árinu 2019 til að fjölga íbúðum sem teknar eru á leigu af einkaaðilum sem að framleigjast á sömu kjörum og félagslegt húsnæði úr 6 í 8. Áætlaður kostnaður vegna þessa á árinu er 1,5 milljónir króna. Þetta eru þá samþykkt með einhverjum fjölda atkvæða með fyrirvara gerð viðauka við fjárhagsáætlun sé þess þörf. Sé þessu. Þannig hljómar tillagan sem að við munum þá greiða atkvæði þeir sem að samþykkja þessa tillögu sem að Ásgeir las upp. Það eru 9 bæjarfulltrúar, allir bæjarfulltrúar samþykkja það. Þá hefur við lokið umræðu og afgreiðslu á þessu máli, nr. 7. Húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar. Þarna voru nú heil 13 mál á dagskrá og orðið er laust. Þetta er sem sagt, og Ásgeir hefur beðið orðið eitthvað annað mál. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil vekja athygli hér í ákvæðu máli sem að var samþykkt á bæjarráðsfundi
síðasta númer 1400, þetta er mál númer 13, atvinnusvæði í landi Blikastaða. Þar var óskað eftir heimild til handa bæjarstjóra til þess að undirrita viljayfirlýsingu og samþykkti bæjarráð að fela bæjarstjóra að undirrita viljayfirlýsingu uppbyggingu á nýju atvinnuhverfi í landi Blikastaða í Mosfellsbæ. Þetta er stórt og mikið verkefni og mjög spennandi verkefni fyrir Mosfellsbæ þar sem að að ræða stórt og mikið land sem er mjög vel í sveit sett og þarna eru fyrirhugaðar mikil uppbygging á atvinnuhúsnæði í Mosfellsbæ og eins og við vitum að þá er það mjög að skornum skammti þær lóðir sem við höfum fyrir atvinnuhúsnæði í dag og eins og við vitum líka þá var mikil hreyfing á fyrirtækjum sérstaklega í Reykjavík þar sem að það er mikil uppbygging bæði í Vogahverfi og á Höfðanum og þessi fyrirtæki eru þessar mundir og á næstu misserum og árum að huga sér til hreyfings og því verður þetta svæði mjög svo fýsilegu kostur til þess að fá þessi fyrirtæki hingað til okkar í Mosfellsbæ. Aðeins að fara nokkrum orðum þetta verkefni. Þetta er að ræða 15 hektara land sem afmarkast af Vesturlandsvegi, Korpúlfsstaðavegi og sveitarfélagamörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Landið er í eigu Reita og Þróunar EHF. Reitir hafa látið gera áætlun þróun svæðisins. Það er gert ráð fyrir að flatarmál atvinnuhúsnæðis í sveitarfélaginu komi til með að tvöfaldast þegar þetta atvinnusvæði verður fullbyggt. Reitir og Mosfellsbær munu standa saman að skipulagi og uppbyggingu svæðisins í samræmi við viljayfirlýsingu sem verður undirrituð. Reitir munu leggja ofangreinda þróunaráætlun fram við skipulagsvinnuna en hún hefur ekki verið afgreidd með formlegum hætti hvorki í nefndum né ráðum Mosfellsbæjar. En aðilar eru sammála að hún kunni að taka verulegum breytingum og hún sé ekki bindandi á nokkurn hátt. Það er stefnt að því að samþykkt deiliskipulagssvæðisins liggi fyrir fyrrihluta árs 2020 og að gatnagerð hefjist í kjölfarið á þeirri vinnu. Þá er einnig gert ráð fyrir að svæðið byggist upp á 7 til 10 árum. Samkvæmt aðalskipulagi Mosfellsbæjar er landnotkun svæðisins skilgreind sem blönduð landnotkun fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi sem felur meðal annars í sér smásöluverslanir og skrifstofuhúsnæði. Svæðið liggur mjög vel að fyrirhugaðri íbúðabyggð í Blikastaðalandi og einnig er áætlun að borgarlínan komi til með að liggja í gegnum svæðið í framtíðinni. Undirbúningur að skipulagi svæðisins hefur staðið yfir síðasta ár en eiginleg deiliskipulagsvinna eins og kom fram er ekki hafin. Aðilar munu í kjölfar undirritunar þessa viljayfirlýsingar ráðast í gerð deiliskipulags fyrir svæðið. Í því felst að myndaður verður vinnuhópur sem skipaður er af fulltrúum Reita og Mosfellsbæjar ásamt ráðgjöfum þess að vinna að framgangi verkefnisins og hafa umsjón með vinnu við gerð deiliskipulags fyrir svæðið. Ákvörðun verkefni verður svo tekin til efnislega meðferðar í bæjarstjórn og skipulagsnefnd Mosfellsbæjar eins fljótt og kostur er. Það verður einnig haft samráð við Reykjavíkurborg og eftir atvikum samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu varðandi skipulagssvæðisins sem og varðandi gatnagerð vegna framlengingar Blikastaðavegar í landi Reykjavíkur og tengingu við umrætt svæði. Reitir sem landeigandi mun bera allan kostnað að gerð tillögu að deiliskipulagi fyrir svæðið. Áður en tillaga að auglýsa nýtt deiliskipulag verður tekin fyrir í bæjarstjórn mun Reitir og Mosfellsbær gera sérstakt samkomulag uppbyggingu svæðisins sem tekur í réttindum og skyldum aðila er varðar hönnun, útfærslu og tilhögun framkvæmda við gatnagerð, framsal lands og fjárhagslega ábyrgð. Í samkomulaginu skal einnig útfæra nánar atriði er varða gatnagerðargjöld, greiðslufyrirkomulag, sölu byggingaréttar ásamt áfangaskiptingu og tíma áætlun uppbyggingarinnar. Þetta er mjög stórt verkefni og þetta eins og kom fram, þetta mun tvöfalda umfang athafnasvæðis sem er í Mosfellsbæ þegar þetta verður fullbyggt. Þetta liggur mjög vel við umferð, bæði Vesturlandsvegarins og umferðarinn gegnum hverfið sem verður í framtíðinni. Þetta auðvitað skapa fleiri störf í Mosfellsbæ. Við getum laðað til okkar spennandi og flott fyrirtæki í öllum stærðum og gerðum og þetta gerir Mosfellsbæ mjög samkeppnishæfan til að laða til sín fyrirtæki
sem eru núna á faraldsfæti vegna uppbyggingar meðan annars í Reykjavík eins og áður kom fram. Þannig að ég vil fagna sérstaklega þessu samkomulagi að undirrita þessa viljayfirlýsingu og vona svo sannarlega að þetta verkefni fái skjótan og farsælan framgang hérna hjá okkur í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Við ræðum 13. mál í fundargerð bæjarráðs. Það kemur svo í landi blikast það eitthvað sem vilja ræða það. Svo ekki, þá umræðum 13. mál lokið. Það svo sem ennþá var nóg að taka. Í þessari fundargerð ef til að vilja ræða eitthvað mál. Stefán Ómar hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir máli 3 í þessari fundargerð, svokallari grænbók, umsögn sem þar á ferðinni, og ég óska eftir því að áður en þessi umsögn verður gefin eða send, að þá fáum við hana til yfirlestrar, hérna, bæjarfulltrúar. Þetta stórt og mikið mál frá sveitarstjórnarráðuneytinu og mér finnst núna að skipta máli að við höfum einhverja hugmynd hvað það fjallar áður en það fer frá okkur. Svo mörg voru þau orð, forseti. Já, Valdimar, hvað svo þriðja mál, þetta heitir grænbók stefnumálum í sveitarfélaga hérna í undanboðinu. Forseti, bæjarstjórn. Það sama mál, grænbók. Hér var ræða stórt og mikla yfirferð og endurskoðun sem að ég hvet okkur öll til að kynna okkur. Ég skil þetta nú þannig að þetta komi aftur inn á borð bæjarráðs og vonandi þá til einhverja skoðunar þá, en ekki, og ég ætla líka að taka undir það sem að Stefán Ómar sagði hérna á, bæjarfulltrúi Stefán Ómar, að það væri æskilegt að við fengjum að sjá þessa umsögn áður en hún send. En ég ætla líka að benda á það að við getum hvert og eitt okkar sendt umsögn og ég hyggst nýta með það. Að það eru þarna atriði sem að mér finnst vanta í þessa skýrslu, bæði varðandi stefnumótun sveitarfélaga og eins stjórnsýslu sem að mér finnst vanta þarna inn. Ég held að þurfa að ávarpa þann lýðræðisalla sem hefur orðið hérna með fjölgun framboða í bæjarstjórnum víða í sveitarfélögum og fleira sem ég hef viljað taka. En ég vil benda á þetta að bæjarfulltrúar hver og einn geta sent inn umsókn til skoðunar. Takk. Ásgeir Sveinsson. Bjarki, sást ekki því að bæða mála á? Nei, ég svo það ekki. Nei. Ég grunaði passa ekki. Þú þá verið á undan Ásgeir. Ég held það nokkuð. Já, þá bara gefið þér leið, gjör svo vel. Ég að halda með það á banki borðið, sko. Þú heyrir það. Já, ég ætla að koma hérna upp undir þessu snamamáli, grænbókina, og við höfum öll örugglega mikla skoðanir af því sem að þarna kemur fram og þetta sko, og auðvitað geta allir sent inn umsókn og allt það, en Bæjarráð Mosfellsbæjar afgreiðir þetta svona, samþykkt að fela forstöðumanni þjónustu og samskiptadeildar að veita umsögn um málið og væntanlega gerir það ráð fyrir að það hefur verið samþykkt með 3 atkvæðum, það en sko fyrir okkur hin sem sitjum í bæjarstjórninni, sko við vitum ekkert á hvaða grunni þessi starfsmaður bæjarins að fara að veita umsögn. Því það fylgir ekkert minnisblað með málinu frá starfsmönnum bæjarins það, eins og oft að það kemur minnisblað, það rætt inn á fundi og þá einhverju falið að gera umsögn þá sko annarkvort í tengslu það sem kemur fram í minnisblaðinu eða ekki, skiljið þið. En þarna bara veit ég ekkert hvað þessi starfsmaður bæjarins að fara að segja. Ég hef ekki hugmynd um það. Og ég ætla bara að óska það eftir að það veri greitt atkvæði sérstaklega þennan lið því ég ætla bara að sitja hjá og ég veit ekkert hvað það er að gerast þarna. Það er ekkert minnisblað, ég veit ekkert hvað Bæjarráð hugsaði sér að gera með þetta atriði. Ásgeir Sveinsson, hvað svo?
forseti. Bæjarfulltrúar, ég kom upp undir sama máli. Máli nr. 3, grænbók. Ég vil nú byrja á því að lýsa yfir ánægju minni með að það sé verið að fara í þessa vinnu, að útbúa þessa grænbók. Mér skilst að hún breytist síðan í hvítbók þegar að verður búið að fínisera hana og bæta inn væntanlega fjölmörgum góðum athugasemdum sem að koma frá hinum ýmsu áttum. Og það var akkurat það sem við vildum gera, það var að vísa þessu til umsagnar þessa tiltekna starfsmanns, en það var ekki farið í það, hvorki fyrir þennan bæjarráðsfund af embættismönnum eða öðrum að fara að greina það sérstaklega hvaða umsögn hvað við vildum fá að heyra, heldur það var þannig að honum var falið það verkefni að veita umsögn þetta og síðan kemur það að sjálfsögðu aftur fyrir bæjarráð og þá fyrir bæjarstjórn þegar það er búið að afgreiða það. Þannig gengur þetta nú fyrir sig í stjórnsýslunni og þetta var samþykkt með 3 atkvæðum. Ég get fullvissað að það hefði örugglega komið fram að þetta hefði ekki verið samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þannig að því sé til haga haldið. En hvort að fólk vil sitja hjá og greiða sérstaka atkvæðagreiðslu þetta, þá er það bara sjálfsögðu réttur hvers og eins að gera það. En ég lít nú einhvern veginn á þetta þannig að þetta sé mjög jákvætt mál og í staðinn fyrir til þess að bæjarráð hefði bara vísa þessu á hvern og einn bæjarráðsmann til þess að veita sína umsögn og þá viljum við gera þetta með þessum formulega hætti. Þetta er stórt mál og eflaust einhver mál sem við eigum sameiginlegt sem við viljum að komi fram þá í okkar umsögn varðandi málið. Þannig að ég held að sé í mjög góðum farvegi og á eftir að koma aftur inn til bæjarráðs og þá auðvitað aftur fyrir bæjarstjórn þegar að þessari umsögn og umfjöllun málið er lokið. Takk. Já, forseti ætlar að gera stutt fundarhlé. Já, við hefjum þá fund á nýju. Við erum ennþá að ræða fundargerð bæjarráðs frá 23. maí
Við erum að ræða þriðja mál og það er komin hér niðurstaða í því að hnykkja aðeins að bæta nokkrum orðum við, tillaga því að bæta nokkrum orðum við eins og þetta var afgreitt á bæjarráðsfundinum. Þá ætla ég að lesa tillögu að niðurstöðu þessa fundar. Stofnið til er það eins og afgreitt af bæjarráðs var, en það er hnýtt aðeins aftan við og svona hljómar þetta þá. Afgreiðsla funda bæjarráðs samþykkti á 740. fundi bæjarstjórnar með x atkvæðum með áréttingu, nú kemur viðbótin, að umsögn forstöðumanns þjónustu og samskiptadeildar verði lögð fyrir bæjarráð til samþykktar. Þetta vantaði þetta síðasta í fundargerð bæjarráðs. Þessi samþykkja þetta, eins og ég var að lesa þetta upp, er hvernig rétt upp hönd. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er lokið umræðu og afgreiðslu þriðja mál og 7. mál. En orðið er laust önnur mál. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég er að koma hér upp undir málið. Þetta er hægur. Það er mál númer 6, en mér langar, ef mér leyfir forseta að ræða það í samhengi við mál númer 4, ef að ég má það. Já. Og þetta snýst í raun og veru það sem ég ætla að ræða er bara afgreiðsla þessara 2 mála á fundi bæjarráðs. Sem sé, mál númer 6 heitir þessi þingsályktun hagsmunafulltrúa aldraðra og þar vísar bæjarráð, samþykkir sem sé að vísa að fela öldungaráði að veita umsögn málið. Og reyndar held ég að fundur öldungaráðs verði nú eftir að frestur er liðinn, en það er alltaf leyfilegt að setja inn síðan, þannig að það er ekki alveg lókuð fyrir að skota að öldungaráð geti gert þetta. En þetta finnst mér alveg til fyrirmyndar hjá bæjarráði að gera þetta svona. Þess vegna skil ég ekki alveg afgreiðslu máls númer, hvað sagði þetta? Númer 4, já. Og þar er frumvarp til lag breyting á lögum almannatryggingar og það er bara lagt fram. Þannig mér langt til að spyrja hvaða rök voru að baki í bæjarráði fyrir svona mismunandi afgreiðslu þessara 2 mála, því mér finnst einboðið að þau fari bæði til öldungaráðs og öldungaráð skelli sér í að skoða þetta. Þannig að þeir sem sátu bæjarráðsfund og eru vísandi þennan fund getur upplýst mig með hvaða rökum þetta er gert á mismunandi hátt. Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það var tekin ákvörðun það í bæjarráði að vísa ekki máli númer 4 hvorki til öldungaráðs eða til umsagnar eða í aðra meðferð. Rökin fyrir því voru svo sem ekki rædd til hlítar, heldur þetta var bara mál sem að við eins og með önnur mál, ef að bæjarráð ákveður ekki að veita sameiginlega umsögn eða vísa málinu í bæjarkerfið hjá okkur til frekari umfjöllunar, að þá er að sjálfsögðu hverjum einu bæjarráðs starfsmanni velkomið að veita umsögn. En varðandi hitt máli, þá fannst okkur það eiga miklu betur við öldungaráðið heldur en kannski 4. mál, þá að bæði getur svo sem átt við, en það var sérst bara tekin ákvörðun það að vísa því til umsagnar öldungaráðs, en hitt var bara lagt fram eins og oft er gert í bæjarráði. Þannig að það er svo sem ekki sérstök rök fyrir því af hverju það var ákveðið. Ég veit ekki hvort þetta svarar spurningunni. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. 4. mál og 7. mál rætt í svona ákveðnu samhengi. Já, forseti, mér finnst þetta ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða það. Sko,
ég skildi formann bæjarráðs alveg, það sem hann sagði, en mér finnst þetta eiginlega alltaf óskiljanleg vinnubragð í bæjarráði, að það skuli ekki vera einhver samfelli í hvernig hlutirnir og þá séu einhver rök fyrir því hvernig hlutirnir eru afgreiddir. En kannski hefur fólki eitthvað yfirsést, ég ætla ekki að vera of stóryrt hvað þetta varðar. Mér finnst það að við erum komin loksins með öldungaráðið. Öldungaráðið hefur alveg lögformlegt hlutverk hérna hjá okkur. Þetta er ekki saumaklúbbur, heldur er þetta bara ráð með brýn stór verkefni á sinni könnu. Og þess vegna gladdi sér svo þegar bæjarráð notaði þetta tækifæri og fékk þetta inn að vísa málunni þangað. Þess að mér fannst það vera akkúrat rétt að gera það. En þess vegna fannst mér að samanskapi, jafn sérkjörlega þetta heitt fór ekki spönn frá rassi frá bæjarráðinu. Þannig ég ætla nú bara að leggja til, koma með tillögum að máli númer 4 verði vísað til öldungaráðs, þá bara til kynningar fyrst að þessi umsagnarumræða kom fram í bæjarráðinu, að þá kannski að reyna að fá sátt það að mál númer 4 verði vísað til öldungaráðs, þá getur öldungaráð ákveðið hvað það vil gera við það. Já, fleiri sem vilja ræða þessi mál svona í samhengi. Ásgeir, Arnar, þú verið með? Forseti, það er fulltrúar sömu mál, 4 og 6. Það var engin sérstök ástæða, eins og ég sagði, fyrir því að þessu 4. máli var ekki vísað til öldungaráðs og það var svo sem engin heldur sérstök ástæða fyrir því að því var ekki vísað til þess. Þannig að ég ætla að samþykkja þessa tillögu þína að okkur hafi yfirsést þetta. Vegna þess að það er svo sem ekkert að því að vísa þessu til öldungaráðs. Vegna þess að þau bara afgreiða sín mál sjálf. Og þannig að þetta mál á að sjálfsögðu mikið heima í þeirra umræðu og það sem þau eru að fjalla um. Þannig að ég mynd bara styðja þá tillögu að þessu verið vísað til öldungaráðs til kynningar og hvort sem þetta var bara yfirsjón eða hvort okkur fannst það óþarfi, það skiptir ekki máli, en ég held að það sé ágætis lending í málinu. Takk fyrir. Já. Fleiri sem vilja ræða þetta, erum við tilbúinir að ganga til þetta, rétt að bara greiða formlega atkvæði þetta þessu máli, það er að segja mál númer 4 verði vísað til öldungaráðs Mosfellsbæjar til kynningar. Frumvarp laga breytingu á lögum almannatryggingar. Þeir sem samþykkja þá tillögur bennur rétt upp hönd, það er samþykkt en ég aðkvæði með bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Enn erum við að ræða þessa fundagerð, fundi númer 1400 og 23. maí, árið haust. Það kveður sig engin hljóðs þá og Valdimar ég óþarna kom eitthvað. Gjörðu svo, Valdimar. Það er nóg að taka. Bæjarstjórn, forseti, kemur upp undir máli númer 10, það er rekstur bæjarsjóðs. Þar kemur fram að reksturinn var með hið ágætasta móti fyrstu 3 mánuði ársins. Það vorum eitthvað yfir áætlun. Önnur sveitarfélög hafa verið að skila svona áætlunum sínum inn og eru á svipuðu róli. Kannski heldur undir, við höfum svona aðeins gefið eftir. Það er greinilegt að það er eitthvað að gerast í efnahagslífinu. Það er minnkandi tekjur sveitarfélaga. Aukinn kostnaður líka. Þannig að það er alveg einsýnt að fjárhagsáætlun bæjarins er allavega undir miklu álagi á næstu mánuðum. Fjármálaráðherra hefur boðað að það verði gera endurskoðun á fjármálaáætlun ríkisins þar sem að hann talar um
að það vanti nú þegar sem sagt útlit fyrir það að það vanti 40 milljarða í ríkissjóð á þessu ári. Það takk fyrir bara rekstur á spítal, rekstur á Landspítal sem vantar inn núna. Það alveg nokkuð ljóst að það verður eitthvað álag hjá okkur. Þannig að mín spurning, og átti kannski að beina til bæjarstjóra, en kannski að formaður bæjarráðs geti svarað því, hvort það sé hafin einhver vinna við það að endurskoða fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Ásgeir, Forseti, bæjarfulltrúar, mér vitanlega ekki hafin einhver formleg vinna við endurskoðun fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar fyrir árið 2019. En eins og bæjarfulltrúi Valdimar sagði í sinni ræðu hér að þá kemur fyrsti ársfjórðungur mjög vel út hjá Mosfellsbæ og það er þá fyrir þetta áætlunin er góð en hún er undir gríðarlega miklu álagi að hún stenst allavega það álag hingað til. En mér er ekki kunnugt það að það sé hafin einhver endurskoðun á fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar enda að gefa tölurnar fyrir fyrstu 4 mánuði enga ástæðu til þess að fara að endurskoða hana. En hvað sem síðan kemur í ljós á næstu mánuðum en vonandi verður þetta bara áfram í því sama góða lagi og það hjá okkur allavega þessa dagana. Takk fyrir. Nú, ég lít á að umræðu sér lokið þetta mál. Það var nummer 10. Nú fyrir við að ganga til atkvæði fundargerðina. Við erum í vísu búin að afgreiða 3 mál. Við erum búin að afgreiða mál nummer 3 og 4 og 7. En við greiðum þá atkvæði hinn málin. Þá bara hef ég við atkvæðagreiðslu þessi samþykkja fundargerðir frá bæjarráði. Mínus þær 3 mál sem við þegar búin að afgreiða er bennir rétt upp hönd. Fundargerðin er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að nefndarfundunum. Það er 4 fundargerðir. Við förum fyrst í fjölskyldunefnd. Fjölskyldunefnd hélt fund 21. maí síðastliðinn. Þar voru 6 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Arna Agnesdóttir, held ég að aðeins vandar. Og síðan kemur Stefán Ómar. Kæru bæjarfulltrúar og forseti, ég kem undir máli númer 4, frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum. Og þá aðallega til þess að lýsa yfir ánægjuna niðurstöðu fundarins fjölskyldunefndar, fundar 282, og þar sem nefndin mælir ekki með þessar breytingu lögum sem fram kemur í frumvarpinu. Og þetta samþykkt með 5 atkvæðum sem að það hefur verið einhugur í nefndinni. Ég las yfir þessi lög og auðvitað skal aðgátt skal ætíð höfð í nærveru sálar í þessum málum. En það er svolítið kaldhæðni, finnst mér í lögunum, sem að lýsir yfir ánægju mínu að nefndin er ekki sammála þessum breytingum. Og þar kemur meðal annars fram að börn ekki er rétt á að þekkja og umgangast báða foreldra sína. Já, fyrirgefðu. Í rauninni það að ef við ætlum að snýra þessum hvort að varðandi sektum eða fangelsi ef að foreldrar tálma eða hindra hitt foreldri aðgang að barni sínu. Ég held við séum ekkert betur sett ef við ætlum að fara að beita fangelsisvist. Það kemur fram í lögunum og ástæðan fyrir ég vilja beita fangelsisvist er meðal annars að dagsektir hafa ekki skila árangri. Og ég vil þá frekar spyrja, af hverju hafa þær ekki skila árangri? Ég vil frekar þá skoða þann kost í staðan fyrir þá að fara að bæta inn og beita fangelsisvist. Þannig að og kaldhæðnin er að mér finnst lögin sjálf fara að beita ákveðinni tálmun og rétti barnsins aðgengi hins foreldris eða að fara að loka það inni. Þannig að til að draga þetta saman þá bara lýsi ég bara yfir ánægju minni
að nefndin var ekki samþykkt þessum breytingum. Takk. Já, Stefán Ómar, þú ert að þetta mál. Ég er með annað. Annað mál. Ég ætla að koma þetta. Þá kannski höldum áfram með þetta, þá Anna Sigríður og svo Valdimar. Síðan kemur þú, Stefán Ómar, þegar þú að lúka umræðum þetta mál. Það sem sagt, með 4. Forseti, já, ég kem hérna til sama máli og þetta frumvarp til laga breyting á barnaverndarlögum sem liggur fyrir þinginu og og þar eru nokkrir flutningsmenn, þetta eru einstakir þingmenn sem að bera þetta fram, þetta er ekki stjórnarfrumvarp eða neitt þess aftar, heldur bara frumvarp til laga sem nokkur þingmenn hafa talið ástæðu og þörf á að leggja fram. Það er skemmst frá því að segja að ég er algjörlega ósammála þessum þingmönnum sem leggja þetta frumvarp fram. Ég held að þegar að ástandið er orðið þannig að það eru tálmanir að ræða, þá er ástandið fyrir barnið orðið svo slæmt að það að fangelsa foreldri, ég held að það bara skil ekki árangri eða ná ekki tilgangur þessara aðila með leggja þetta fram örugglega að vera góður við börnin. Ég ætla ekki að gera þeim annað. Ég hef ekki trúað í það að neppa tálmunar foreldri í fangelsi. Og nú er það þannig að sýslumaður hefur ýmis úrræði til þess að láta framfylgja úrskurðum og hvað þetta heitir allt saman. En við höfum náttúrulega örugglega öll heyrt ýmsar fréttir af undir fjármögnuðum sýslumannsembættum landið þar sem starfsmenn eru að drukkna í vinnu og tekur mjög langan tíma að fá afgreiðslu mála. Við höfum kannski að horfa þangað frekar og taka og nota þau úrræði sem til eru, fjármagna þær stofnanir sem eiga að sjá þær þannig að það sé hægt börnunum til heilla og ekki fullorðna fólki verður bara meira að sjá sig sjálft en þetta snýst börnin og ég endurtek bara, ég held að sé ekki til góðs fyrir börnin að horfa eftir foreldri, hvernig sem ástandið fyrir því inn í fangelsi. Þannig að ég ætla bara að segja líka, ég er bara ánægð með þessa afgreiðslu nefndarinnar og er sammála nefndinni eins og hún afgreiðir þetta mál. Já, Valdimar, mál 4, frumvarp til laga breyting á barnaverndarlögum. Veitir það hér. Herra forseti, bæjarstjórn. Ég ætla líka að lýsa yfir ánægju minni með afgreiðslu fjölskyldunefndar á þessu máli. Það er náttúrulega svo að auðvitað eiga börn rétt á því að umgangast foreldra sína. En það að beita svona refsiákvæðum að fangelsa foreldri fyrir tálmun er ekki rétta leiðin eins og komið fram hérna til þess að leysa þann vanda. Aðstæðurnar geta verið alls konar. Eins og komið hefur fram í umfjöllun þessi mál, að auðvitað er það slæmt þegar forsjá foreldri tálmar umgengni við forsjárlaust foreldri og er það mjög slæmt og eins og bent hefur á yfirleitt að beita þeim úrræðum sem tiltæk eru og hafa eins úrræði til þess að koma á móts við það. En það er líka dæmi um það að forsjárlausir foreldrar sem hafa jafnvel beitt ofbeldi nota þetta sem eitt annað kúgunartæki á þann sem verður fyrir ofbeldinu. Þannig að það er ekki lausnin að neppa fólk í fangelsi og eins og þarna kemur fram alltaf 5 ára fangelsi sem er náttúrulega heldur langt. Þannig að ég ætla að lýsa yfir ánægju minni með afgreiðslu fjölskyldunefndar á þessu máli. Fleiri sem við að ræða 4. mál. Þá er umræðum það lokið en Stefán Ómar var búinn að líða morðið. Með hvert annar mál, þannig að gera svo vel, Stefán. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég kem bara örsnöggt upp undir máli nr. 2, reglur NPA, sem sagt notendastýrða persónulega aðstoð eins og það heitir. Bara lýsa ánægju minni með náttúrulega fyrsta lagi ný lög sem fjalla þetta. Þetta er gríðarlegt réttindamál fyrir sem sagt fatlaða að fá þessa löggjöf. Núna sérstaka löggjöf þetta. Áður var þetta inni í löggjöfinu málefni fatlaðara og var svona bráðabirgða ákvæði þar sem var til pröfu. Nú er komin sérstök löggjöf sem ég fagna sérstaklega
og ég fagna líka drögum að reglum sem voru lögð fram í fjölskyldunefnd sem mér sýnist vera vel gerðar og ég sannarlega bind vonir við það að þetta verði nýtt og gott upphaf fyrir þá sem að þjónustunnar eiga og þurfa að njóta. Takk fyrir það. Anna Sigríður, mál með 2, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem upp undir sama máli og auðvitað þegar lögin voru innleidd var það mikil réttarbót fyrir fatlað fólk og við þurfum að bíða dálítið lengi eftir reglugerð og svo væri hægt að gera reglur um notendastýrða persónulega aðstoð. Ég ætla bara að benda á að það komu drög að reglum, það voru ýmsar athugasemdir sem komu fram við þær reglur, ígrundaðar athugasemdir og þá vil ég bara nefna að ég er ánægð með það að nefndin samþykki með 5 atkvæðum að fela starfsmönnum fjölskyldusvís að fara yfir þessar ígrunduðu athugasemdir sem nú voru fram á fundinum og svo líka tillaga sem var borið fram á fundinum að þessum drögum er vísað til umsagnar notendaráðs fatlaðs fólks og þetta bættist við. Ég get alveg sagt ykkur hvenær það er til, ég ætla ekki að gera það, takk. Spennandi. Það eru byrjuð annar. Nei, ég er ekki svo nefnd. Það flokkurinn fyrsti staðurinn. Mál með 2. Vil einhver ræða það? Málið sem þú Stefán var við það, bara að svaða sér á hreinu eða eitthvað annað mál þarna. Göngum þá til atkvæða þessa fundargerð eins og einstök málum bera með sér. Það er fjölskyldunefnd nr. 282 sem rétt upp hönd samþykkja það er 980 rétt upp hönd þá var það nú búið en þá var komið að nefnd sem að heitir menningar- og nýsköpunarnefnd. Hún hélt fund 25. maí síðastliðinn og ég gef orðið laust þá ágætu nefnd eða þessa fundargerð. Það voru 6 mál á dagskrá þarna. Valdimar og svo Stefán Ómar. Ágætt að ræðast þetta, forseti. Ég kem upp undir máli númer 8. Já, Það er eftir þessu fundi. Nei. 5 mál, það er einfaldlega hlégarður. Það er hlégarður. Þau tengjast þarna mál 5 og 6. Já. Við kemum undir máli 5 sem er hlégarður. Nú við þekkjum þetta mál ágætlega að verið í umræðinni að nýta hlégarð betur undir menningarstarfsemi í Mosfellsbæ og eins og stendur í þessari tillögu í drögum að nýrri menningarstefnu áhersluþáttum skapa rými þar sem Mosfellsbær leitast við að greiða götur listamanna og listhöfunda, leggur sig fram með að skapa vettvang fyrir fjölbreytta menningarstarfsemi, hlúða frumkvæði íbúa og hvatt til þátttöku þeirra í menningarstarfsemi. Það voru haldið fundir eða fundur, íbúafundur, þar sem komið fram hugmyndir það hvernig við ætlum að nýta hlégarð. Það hefur komið fram vilji frá meirihlutanum það að setja pening í það að lagfæra húsið og að gera það í stakk búið til þess að sinna þessu hlutverki að vera sannkallaður menningar miðstöð í Mosfellsbæ. Og ég held að það sé alveg full ástæða til. Ég held við ætlum að gera menningu hærra undir höfði í Mosfellsbæ. Lyftur og örlítið hærra plan, einhver staðar. Hefur ykkur sagt. Og ég held að það sé alveg komið tími til þess og einmitt ágætis leið að hlúa þessa hlégarð og að reyna að fá sem flest menningar tengda starfsemi þangað inn. Ég veit að það er kannski einhver sem finnst einhver tormerki því að fara inn með leikhús og svo framvegis. En ég held að við ætlum að hvetja alla til þess að opna hugann og athuga hvernig getum við breytt þessu húsi og hvernig getum við búið til
starfsemi í húsinu sem lifandi og okkur til sóma. En það sem skiptir máli ekki bara húsið. Það svo starfsemi sem þar fer fram sem skiptir öllu máli. Og af þeim tillögum sem lagðar hafa verið fram var valinn þarna eða lagt til að farið væri í valkost C sem þá samstarf rekstur hússins. Og eins og ég skil þetta í svona einfaldri mynd að bærinn skaffi þarna viðburðarstjóra, ef við getum orðað þannig, listrænan stjórnanda sem hefur einhverja nefnd til þess að vinna með og skipuleggur viðburði í húsinu. Og það verði þá einhver verk þarna sem þá vonandi, eða hugsanlega, sá sem nú þegar, sem sér rekstur og veitingum og svo framvegis í húsinu. Og þetta held ég að sé ágætis leið. Ég þekki ágætlega rekstur á sambærilegu húsi sem niðri í Iðnó, þar sem þetta fyrirkomulega gengur alveg ágætlega. Þó að það sé ekki alveg með sama hætti að þar kemur Reykjavíkurborg ekkert að reksturinn, heldur þetta eingöngu einkaaðilar. En ég held að hér væri það góð leið að við sköffum menningar, listræna stjórnanda eða viðburðarstjóra sem að tækja að sér í þá annaðhvort fullu starfi eða geti haft einhver önnur verkefni á bæjarins líka og menningartengd störf. Og ég held að þetta verði bylting í menningarlífi í Mosfellsbæ ef þessi leið verður farin. En til þess að gera þetta þá þarf líka að greina þörfina. Það er að segja hvað erum við að fara að gera í þessu húsi. Og ég nú sáttur við þessa tillögu sem kemur þarna fram að lagt verður til að leið C verður farin, eins og komið fram. En svo kemur hérna í tillögu sem ég skil ekki alveg. Og það er að forstöðumaður bókasafns og menningarmála ræði við umhverfisvið val og arkitekt til að vinna tillögur að breytingum á innra útliti hlékars og gera tillögu að áfangaskiptingu breytingar. Sérstök áherslu verður lögð að gæta heildar yfirbara breytingarna, virðingu, höfundarengingu, byggingarna, sögu þess. Já, ég glemdi að byrja leyfi til að lesa. Þessu bara. Leið og þess verður gert að notagild og framtíða möguleikum. Jafnframt forstöðumaður bókasafns og menningarmála falið að hefja viðræður við núverandi rekstraraðila fyrir það breytingu og samning. Ég svo sem engar athugasemdir það. Ég skil ekki hvað á forstöðumaður bókasafns og menningarmála að ræða við arkitekta. Hvernig á að breyta húsinu? Eigum við ekki að fyrst að ákveða það? Eigum við ekki fyrst að skoða hvað ætlum við að gera í þessu húsi og svo að tala við arkitekt? Þarna segir að fá arkitekt til að vinna tillögum. Arkitektarnir væntanlega koma með 3 tillögur og ef við höfnuðum, hvað þá? Erum við að borga fyrir vinnu sem að... Þannig ég er ekki alveg að skilja þetta. Ég veit ekki hvort það er einhver hér sem getur svarað mér en við langaði að nefna þetta. Að öðru leyti er ég svona nokkuð sáttur við þessa leið sem farin er, það er að segja að velja leið 3, nei C, og að það verði farið í breytingar á húsinu. Ekki misskilum með það, ég hef alveg fulla, en að það verði bara gert svona og það sé ekki alveg að sé leiðin. Ég held að það þyrfti að gera það í samvinnu við fleiri aðila eins og gert hefur verið á fyrri stigum málsins. Takk fyrir. Já, það eru að mælaskrá þetta mál þegar Stefán Ómar og síðan Sólveig. Stefán Ómar. Ekki þetta mál? Nei, það er fyrir ekki. Þú varst sem að... Ég hélt að ég var búin að biðja orðið líka, en ég gerði það núna eða ég glemdi því. Já, Það er ekki nóg að senda hugskip. það er ekki séð það. Ég hélt að ég gert það. Þú með töskun og alltaf með hlúkur. Ég þarf að Já, ég gæti að ég sést sko, skoðum gefa Sólveig orðið og svo setja ég þig á mælaskrá. Stefán var búinn að biðja orðið mannamál sem við ræðum eftir. Já, ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Mér langar að svara, Valdimar, ágæti bæjarfulltrúa, varðandi spurninguna í sambandi við það sem lagt fram í hendur Auðar og Arnars að koma að óska eftir frá arkitektum tillögur í sambandi við vinnu í sambandi við hlékar. Hugsunin var einmitt þessi að koma í veg fyrir
Ef við værum að eyða peningum út í loftið í að gera eitthvað sem væri svo ekki að ganga, væri ekki til eins og þá höldum við áfram að gera eitthvað annað. Þetta var komið vekk fyrir eyðslu en ekki að auka eyðslu. En stundum þarf að borga eitthvað til þess að koma ykkur áfram. Ef okkur líka ekki neitt af því sem að vera lagt fram, þá það alltaf í lagi. En þá í það minnsta fyrir við ekki aðeins það að skipta gólfefni og svo bara gengur það ekki og það gerir okkur annað. Fyrst og fremst hugsunin svo að það komi fram tillögur. Þannig að miðað við það að eitthvað ákveðið væri gert við Hlégarð, þá lítið það svona út. Þetta svona á að vera bara mjög einföld tillaga sem á að vera leiðbeinandi fyrir nefndina til þess að vinna áfram þá að hjálpa fólki að geta séð aðeins ef við myndum rífa svalirnar. Hvernig lítur þetta þá út? Ef við myndum gera þetta, hvernig lítur þetta þá út? Þetta aldeilis ekki eitthvað sem verið að segja, jæja, nú ætlum við að fá teikningu og svo verður eitthvað valið og við förum í það. Heldur að fyrst og fremst að óska eftir leiðbeiningu til þess að hjálpa fólki að finna ennþá betur út hvaða leið verður farin og sjálfsögðu þarf að leggja það fram fyrir bæjarbúa og alla aðila til ákvörðunar. Alveg svo einmitt allt hefur verið unnið á undan. Þessi fínu fundur sem á sínum tíma var haldinn í Hlégarði þar sem voru tillögur bæjarbúa teknar saman og út úr þeim kom mjög gott og út úr þeim KPMG vinnur þarna tillögur og stefnur, bæði varðandi menningarstefnu og svo líka varðandi rekstrarform Hlégarðs og það hafa bara verið mjög vel flestir einmitt ásettir á þennan sélið þetta blandaða rekstrarform og hugsunin það einmitt að við getum akkurat ítt menningarmálum meira gert þeim hærra undir höfði, enda ég menna ef það ekki menning í bæjarfélagi þá ekkert bæjarfélag. Það þarf menningu og við eigum að gera miklu meira í menningarmálum, bara algjörlega, ég bara segi það. Og ég veit ekki, ég vona ég sé nú búin að svara þessu, en allavega hugsunin með þessu var fyrst og fremst að einfalda vinnu og ákvarðanatöku sem þarf svo akkurat að taka áfram til umræðu. Þetta ekkert endanlegt plagg, heldur einungis svona eins og við varum með sýndarveruleika myndavél, getum að sé fyrir okkur hvernig eitthvað lítur út, til þess að við eigum auðveldara með að vinna með það. Takk fyrir þennan. Anna Sigríður Gunnardóttir, þú ert næsta mannsrá. Já. Forseti, ég að koma hér upp undir þessu sammáli, ég man ekki númerið á því. Númer 5. En 15 ára. sko, ég verði eiginlega að segja, ég átta mig ekki alveg á þessu, hvernig þetta vaxið. Mér finnst áttið verið að byrja á öfugum enda og ég ætla bara að benda á tillögur Samfylkingarinnar frá síðasta kjörtímabili og kjörtímabilinu þar á undan að til þess að við vitum hvað ætlum að gera og við viljum náttúrulega að Hlégarður verði þessi miðstöð menningarlífs í bænum, þá mænlegast að fara í formlega hugmyndasamkeppni það hvað á að gera á þessu svæði og hvaða starfsemi við getum komið að fyrir, viljum við byggja önnur hús og hvað það sem við viljum gera. Áður en við förum að ákveða einhverja breytingar innan hús, aðrir en væntanlega þarf að, mér skilst að þurfum að skipta gólfið, skiljið, alveg sem að hver niðurstaðan verður. En þannig hefði ég allavega unnið þetta. Ég hefði farið í hugmyndasamkeppni þetta svæði og unnið út frá því. Þannig ég átta mig ekki alveg á hvaða leið verið, hvaða stíg verið að feta þarna. Og svo varðandi rekstrarformið og valkost C sem að mér líst ágætlega á, en mér finnst þetta óskýrt í því plaggi sem við höfum. Við höfum hérna valkostagreiningu frá, ég man nú ekki hvað heitir þessi fyrirtæki? KPMG, já. Það sem eru taldir upp vissi kostir og þarna kostunum C sem eins og ég segi, mér líst ágætlega á, en svo því ég fer að lesa, þá finnst mér dálítið svona óljóst hvað viðburðarstjórinn, hvaða hlutverki hann á að gegna. Mér finnst þetta að byrja vel, við erum með listrænan viðburðarstjóra, svo erum við bara með rekstraraðila sem sér bara með að reka húsið. En svo þegar maður les lengra niður,
þá er sko, þá er eins og, hvað ég að segja, völd rekstraraðilans inn í viðburðina verði aðeins meiri. Á kostnað þá viðburðarstjóra myndi ég halda. Sko mér finnst þetta dálítið, kannski er ég að misskilja þetta, mér finnst þetta bara dálítið óskýrt og hefur fundist það frá því ég sá þetta fyrst. En vonandi bara kemur, þegar þetta kemur að því til nefndarinnar þá er kannski búið að skýra eitthvað þessi hlutverk, því þessi hlutverk þurfa að vera alveg ljós. En ég vil bara endurtaka, ég ætla ekki að endurflytja gamla tillögu frá okkur, en þið getið fengið að það hjá okkur ef þið viljið, að þessu höfum við verið að tala fyrir og ég var að lesa gamla bókum frá mér þar sem að við gáfumst upp gegn ofurefli þegar var ákveðið að fara í samninginn á síðasta kjörtímabili. Þess að við náðum ekki fram þessari hugmynd að fara í hugmyndasamkeppnina til þess að sjá hvað ættum við að gera, hvað ættum við að byggja upp, hvernig ættum við að hafa þetta. Þá vildu Vinstri grænir og Sjálfstæðismenn ekki fara í það, heldur fóru í þessa samninga sem þar voru. Og ég get hins vegar að lesa þá bókunni fyrir hverju þið viljið, ég er búin að finna hana. En mér finnst þetta svona, sko, ég verð bara við, ég skil ekki alveg hvert enda resultati á að vera á þessari vinnu sem menningarmálanefnd er að fela starfsmönnum bæjarins að fara í. Og allavega eins og ég horfa á þetta, þá finnst mér þetta pínu lítið verið að byrja á röngum enda. Og það væri affæra sæljast fyrir alla að það yrði farið í þessa hugmyndasamkeppni og fengna bara hugmyndir frá allskyns fólki sem kann til verka og við varum kannski ekki sjálfar að smíða eitthvað, heldur einmitt leituðum til fólk sem hefur gert svona hluti áður og kann að umgangast þetta og veit út á hvað þetta gengur. Og mörkuðum þá okkar stefnu eftir því. Já, það er 4 mannskrá, það er Sólveig og síðan ég sjálfur og síðan Ásgeir. Sólveig, þú ert það. Ágætið forseti og bæjarfulltrúar. Þetta er alveg eitt af mínum hjartansmálum, mér finnst þetta mjög skemmtilegt og áhugavert og reyndar skil ég ekki alveg hvað frú Sigríður skilur ekki. Anna Sigríður. Anna Sigríður, afsakið. En sko, það er einmitt það sem nefndin er að gera, er einmitt það sem skiptir máli. Það er að byrja á réttum enda og spara pening, í staðan fyrir að byrja á því að byggja þakið eða garðinn og enda svo á grunnunum. Allavega myndi ég, ef ég væri að byggja hús, byrja á grunnunum og enda á garðinum. Einhvern veginn, þetta með það eðlilegast og hlégarður sem húsnæði eitt og sér allt annað heldur en svæðið í kringum hlégarð sem menningarsvæði. Og það sem við erum að tala í þessum málum sko, við erum að horfa fram til næstu 10, 20, 30 ár, en einhver stað verðum við að byrja. Og það búið að taka hlégarð, sem sagt húsið sem slíkt, í gegn að utan og nú þarf að taka hann í gegn að innan. Og það aldeilis ekkert út myndin einhvern tímann svo yrði stofnað til hugmyndasamkeppni eitthvað. Það hefur engin ákvörðun verið tekin, þetta er ekkert endalegt. Það eina sem við erum að gera er að fá litapröfu. Við getum orðað það þannig ef ég á að reyna að orða þetta svona, setja þetta niður í svona mjög einfalt mál. Einfaldlega að við getum aðeins séð hvaða möguleika væri fyrir hendi. Það er einmitt með fagaðilum sem verið að gera það. Og rekstrarformið er heldur í sjálfu sér ekkert óskýrt, en það á að sjálfsögðu eftir að útfæra það betur. Verður viðkomandi viðburðarstjóri í 50% stöðu, 100% stöðu og svo framvegis og nákvæmlega hvernig hans starfi verður háttað. Þetta er bara útfærsluatriði sem á algjörlega eftir að afgreiða, en ég sé ekki afstöðu til þess eyða næstu 4 árum í það að þrátta það nákvæmlega hvernig eitthvað svona fara framhald verður einhvers staðar að byrja, því að þetta er langtíma verkefni. Þetta er ekkert eitthvað sem afgreiðist bara 1 úr 10 og þá verður sjálfsögðu verið að horfa til hugmynda sem hafa komið fram áður og það er bara verið að reyna að koma til móts við alla og gera sem flestan til hæfis með hlégarð, því að við viljum
heyrist mér svona vel flestir að þar verði góð menningarstarfsemi fyrir íbúa Mosfellsbæjar og jafnvel fleiri. Þannig að ef ég hef ekki ennþá svarað einhverju þá bara óska eftir að fá aftur spurningar til mig. Takk fyrir. Já, mér langar að taka aðeins til máls þetta mál, 5. mál. Já, okkur er öllum annt hlékarum að tala hann hérna áður og það var mikið rætt eftir síðustu kosningar. Það var meðnum eftir íbúafundinum í hlékarinni þar sem kom margar góðar tillögur. Síðan var farið í þann farveg að fá þarna utanaðkomandi aðila KPMG að vinna ítarlega skýrslu og greining og hún hefur verið rædd hérna við þetta borð. Ákveðnar tillögur, nokkrir valkostir, valkostagreining. Fólki leist best á þessu svokallaða C-leið. Mér heyrist það núna líka á þessu fundi, það er svona blönduleið, annars vegar gamla rekstrarformi þar sem að einkaaðili kemur að rekstrinum og sér viðburði einhverju leyti og sér veisluhöld og er þá með hérna veitingareksturinn jafnframt. En það sem að vantaði, allir verið sammála það, við hér í bæjarstjórnum og íbúar almenna vantaði þessa innkomu hins almenna bæjarbúa inn í Hlégarð. Það er einmitt með þennan viðborgarstjóra sem svo er nefndur, sem að mun væntanlega í einhverju hlutastarfi, ég veit ekki hvað hlutallið verður, sem mun skapa þessa tengingu milli bæjarbúa, listamanna og menningarviðburða við rekstraraðila Hlégarðs. Það er hugsað þannig, en auðvitað eins og Sólveig Franklinsdóttir sagði áðan, þetta á auðvitað eftir að útfæra þetta liggur í loftinu, þetta er það sem er lagt til samkvæmt C-leið, blönduleiðinni, að það verður þá auglýst og síðan verður gerður samningur og starfslýsing og allt það eins og með aðra embættismenn. Þetta er gjörbreyting á því sem áður var. Það er sérstakur starfsmaður Mosfellsbæjar sem myndi vera þessi tengiaðili inn í Hlégarð. Það er einn. Síðan er það umgjörðin sem er húsið sjálft og auðvitað hefur líka verið talað viðbyggingar og hverfið. En þarna tekur menningarmannanefnd bara þá ákvörðun og það skref sem ég finnst að skynsamlegast á þessu tímapunkti að láta fagaðila, það er arkitekt, skoða hvernig er hægt að nýta húsið, hvernig er þetta að breyta því. Það er líka verið mikið rætt og ég veit að nefndin hefur skoðað þetta og skoðað Hlégarð. Það er maður að tala um. Það er þessi sömu atriði, hvernig verður leiksviði í framtíðinni, upphækkun á hún að hverfa. Rýmið í kjallaranum undir sönnu, það töluvert rými sem hefur lítið verið notað. Og síðast en ekki síst, rýmið upp á annarri hæð, sem hýsti nú ekkert fyrir mjög löngu alla bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar. Það er mikið ónotað rými. Og ég veit að nefndin hafa skoðað það að það er bara mjög miklu möguleikar fyrir alls konar starfsemi. Og þetta er eitthvað sem að fellur þá í skaut þessa arkitekt sem er forstöðumanni bókasafns og menningarmála er falið að kanna þá leið að fá einhvern arkitekt til liðs en hann er ekkert að gera endalegar tillögur. Ég sé eitthvað samspil milli nefndarinnar og svo framvegis. En við viljum nýta Hlégarð betur og þá verðum við að nýta húsnæði betur og þá verðum við að skapa farveg fyrir hinn almenna bæjarbúa og félög og það myndi gerast gegnum viðborgarstjóra. Þannig að mér finnst þessi staður sem við erum komin á núna, þetta tekur tíma og þetta tók tíma að búa til þessa skýrslu en við erum allan að komið þar og mér finnst að við séum að bara góðu staðir þó sé ekkert mikið búið að gerast í Hlégarði sjálfum en það er ákveðin tímamót og við verðum að taka þetta svona með eftir þessari leið sem að hér er lögð til er samþykkt í menningarmálanefnd sem er vel að merkja fer með málum með Hlégarðs að þessu leyti. Þá er ég lokið máli mínu en ég var búinn að skrifa hér Ásgeir Sjónsson. Þetta er allt komið fram þannig að... Já, það er allt fært á. En Valdimar, þú varst alveg með málum. Það kom fram hérna hjá flestum bæjarfulltrúum, öllum sem að tjá sig hérna. Þeir eru sammála þessar leið, þar að segja sem farin er, þar að segja að Hlégarður verði endurvakin sem miðstöð menningarmála í Mosfellsbæ eða
eða gert að menningu, gert hærra undir höfði. Og það er gott og ég held að eins og kom fram hérna hjá bæjarfulltrúa Bjarka, það er svona nokkuð samhljómur því hvaða rekstrarleið eiga að velja, þó að menn sjá ekki alveg fyrir sér hvernig það er að gerast og ekki alveg hvernig óljósar verklýsingar og þar fram eftir götunum. Bæjarfulltrúi Sólveig talaði það að það ætti að byrja á grunninum en ekki á þakinu. Og kannski er það sem að okkur greinir á. Við skildum ekki alveg af hverju að vera að fara arkitektana aðstöðum áður en að búið að ákveða hvað ætti að gera við húsið. Og ég hefði haldið að fyrsta skóflustungan væri að kalla til aðra hagsmunaaðila heldur en íbúa bæjarins, til dæmis leikfélagið og svo framvegis og skoða hvað ætlum við að gera. Ætlum við að hafa leikhús þarna, ætlum við að hafa þessum tónleikasal og svo framvegis. Við vitum að því að það er ákveðin andstæða til dæmis við það að það verði leikhús þarna. Mér langar aðeins að líka þessi umræða er mjög góð. Hún er góð að því leytinu til að við erum svona nokkurn veginn sammála það, svona stóra myndina í þessu. Við erum sammála það að gera menninguna hærra undir höfði, heyri ég. Og við erum sammála svona einhvers staðar lokapunktin í þessu. Við erum sammála það að það þurfa að gera í víðtæku samstarfi eða samráði við sem flesta í bænum. En við mögum alveg deilum það hvernig það er gert og líka að fá upplýsingar hér inn svona skýrar hvernig þessu er háttað. Ég er alveg sammála önnu að það í þessari tillögu er óljóst hlutverk vertans í þessu. Ég hef fengið skýringar á því í nefndinni. Það var rætt í nefndinni og ég skil það að hvernig aðkoma hans á að vera En annað sem ég langar að nefna, með leyfi forseta, þá langar mig að draga aðeins inn í þetta mál nr. 6. Já, ég held nú að Stefán Hómar hafi viljað ræða það sérstaklega eftir. Ok, þá get ég bara beðið með umræðu mál 6. Já, er það ekki rétt, Stefán? Kannski við klárum þetta hérna. Má ég hjá mér þetta? Já, það er ennþá orðið laust hérna. Gjörðu svo vel, Stefán Hómar. Ræðum ennþá mál 5. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, við ræðum mál 5 sem heitir Hlégarður. Og svona í meginatriðum er ég alveg inn á því að við keyrum þessa leið C eins og við höfum verið að gera undanfarin ár. En að mínu viti þurfum við að gera greinamun sem sagt á annars vegar lengri framtíð Hlégarðs og síðan þessu rekstrarformi sem hefur verið undanfarin ár og við verðum einhvern veginn að keyra og eiga Hlégarð áfram eins og hann er af Guði gerður núna. Þannig að ég myndi nú svona halda að við myndum skoða hvað er það bara brýnast sem að við þurfum að gera Hlégarði til góða bara þannig að hann lifi af líðandi stund. En síðan aftur mun ég koma að því í næsta máli hvernig ég sé svona lengri framtíðin og tala aðeins það. En ég sé leiðin, ég held að það sé bara ágætis form eins og við höfum haft á og meðan að eitthvað annað liggur ekki í loftinu öðruvísi að þá sé það kannski svona skynsamasta formið að halda því áfram einhverja stund. Og eins og ég segi, það sem er svona brýnast, það var náttúrulega að þekkja það allir að húsið var tekið utan fyrir nokkrum árum síðan. Það var náttúrulega farið að leka og mikið að. Nú búið að laga ytra byrðið þannig að það er sem sagt búið að stöðva skemmdir að utan en það er sjálfsagt sitt hvað sem þarf að gera til þess að við getum bara haft boðið fólki inn í húsið og þarf örugglega eitthvað viðhald þar og svo framvegis. Ég held að við ættum að skoða það. Já, get ég lítið svo á umræðum sem lokið því að, fyrirgeðu, þú ert að setja fyrir mann. Ok. Forseti, bæjarfulltrúar, það er sama mál Hlégarður. Mér langar bara örstutt að leggja orð í belg með þetta, hvað varðar, hvernig við eigum að gera þetta og hver á að gera þetta og hvað. Mér finnst við einhvern veginn vera svona nokkurn veginn á sömu blaðsíðunni. Það er svona sameiginleg stefna allra að gera Hlégarði hátt undir höfði.
Aðeins varðandi rekstrarformið sem Anna Sigríður kom inn á, varðandi hvort að vertin ætti að svona taka yfir kannski reksturinn meira heldur en þessi viðburðarstjóri. Þessi C-liður, þetta samstarf og það ekki þannig að annar sé, ég myndi ekki líta það þannig og vonandi verður ekki þannig að annar sé að taka yfir hinn heldur þetta samstarf til þess að efla enn frekar starfsemina í húsinu. Þess vegna erum við að reyna að fá viðburðarstjóra frá bænum til þess að auka fjölbreytnina og til þess að efla starfsemina enn frekar og þetta þá í samvinnu og samstarfi við að sjálfsögðu vertin sem að myndi vera standa einnig fyrir viðburðum og það þá bara framtíðar samningamál hvernig verður staðið að því. En hvort að þetta sé rétt leið að vísa þessu í þennan farveg sem að nefndin að gera eða hvort að það átt að fara í samkeppni. Það sem ég tel vera mikilvægt núna að málið haldi áfram. Það búið að vinna þessa góða vinnu frá KPMG og núna þurfum við að taka næsta skref. Hvað getur mögulega komið út úr því að það verði ráðinn hér utanaðkomandi aðili, við erum ekki að gera þetta sjálf eins og var talað utanaðkomandi faglegur aðili, hvað getur komið út úr því? Væri hans fyrsta verk og fyrsta tillaga, væri það að mögulega fara út í samkeppni? Hvað viljum við sjá í húsinu svo framvegis? Við erum að fá þarna utanaðkomandi aðila, við erum á byrjunarreit, við erum ekki að ákveða endanleg örlög eða hvernig við ætlum að láta gera breytingar á húsinu. Þetta fyrsta skref og ég held að þetta sé gott skref og við skulum passa okkur á því að vera ekki að fara fram úr okkur, heldur við erum að taka eitt skref í einu, við ætlum að vanda okkur, þetta á að standa til langs tíma og síðan þegar kemur að umhverfinu og öllu því í kring að þá það kannski annað mál en tengist vissulega, en ég held að þetta sé gott skref, gott fyrsta skref. Hvað kemur svo út úr þessari samvinnu mögulega við hann arkitekt, það var bara eftir að koma í ljós og auðvitað höfum við heilmikla stýringu á því nefndin hvernig svo vinna mun fara fram. Takk. Já, ég tel lít svo að umræðum þetta mál sé lokið, 5. málið. En Stefán Ómar, þú varst búinn að biðja orðið eitthvað annað mál, 7. mál held ég að sé, en gjörðu svo vel. Það reynda líka að tala vel ykkar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já ég kem þá upp undir 7. máli sem heitir stefnumótun til framtíðar í menningarmálum fyrir Mosfellsbæ og ég vil byrja því bara að ég auðvitað fagna því að nefndin hafi sammælst tillögu stefnumótun til framtíðar fyrir Mosfellsbæ og gert hana svona að sinni, allavega bendir bókunni til þess og tillagan ber með sér að það verði efnt til formlegs samstarfs við fulltrúa hinna ýmsu menningarfélaga í Mosfellsbæ þá víðu hugmynd að Hlégarður og svæðið þær í kring verði þungamiðjan í sem sagt núverandi menningarstarfsemi Mosfellsbæjar eða félaga í Mosfellsbæ og þar verði í fyllingu tímans aðstaða fyrir söng og tónlist, leiklist og aðra menningartengda starfsemi. Ég held að auðvitað veit ég að þetta ekkert gert á einni nóttu, Rómar heldur ekki byggð á einni nóttu, en ég held að sé rosalega mikilvægt að við mörkum einhverja stefnu. Viljum við hafa þetta svona, viljum við stefna þessu þarna niðritir, hafa eitt stórt menningarsvæði, þar sem að Hlégarður gamli, okkar stolt allavega sem erum eldri hérna í sveitafélaginu, þar sem hann þjónar þessu samræmingar hlutverki og síðan þá, það alveg ljóst að ef þetta á að verða svona, að þá þarf að koma til einhver langtíma skipulagning sem verður að dreifast á einhver ár vegna þess að þá erum við að fara út í fjárfestingar. Og að mínu viti fjárfestingar sem heita einhvers konar viðbyggingar við Hlégarð. Ég held að Hlégarður einn og sér eins og hann stendur núna að hann getur aldrei rúmað allavega þessar hugmyndir sem hafa komið upp og ég að tala fyrir hérna. Og ég held að við eigum bara að vera svolítið cool í þessu, taka bara umræðuna, kalla til fulltrúa menningafélagana
ég bara minni á það, við erum með hérna, 10 kóra í sveitarfélaginu, við erum með 2 leikfélög, við erum með gríðarlega öfluga menningar starfsemi fyrir utan þessa gamalgrónu hefðbundnu tónlist eins og skólahljómsveitina sem við minnskosti allavega 2 hérna inni þekkjum og höfum verið þar innan borðs á sínum tíma, skólakóra og svo framvegis og framvegis. Við erum líka með öflugan listaskóla sem hefur tónlistadeild og hann í raun og veru á hrakhólum með sína burtfara tónleika og svo framvegis. Þannig að ég held að við höfum að ganga bara í þetta verk. Er þetta gerlegt? Er þetta mögulegt? Viljum við þetta? Hvað segja hagsmunaaðilar út í örkinni? Eru þeir inn á þessu eða eru þeir með einhver allt aðra hugmyndir? Ef að þeir eru með einhver allt aðra hugmyndir þá stoppar þetta. Vegna þess að svona verður ekki framkvæmt nema í víðtækri sátt við menningafélögin og í víðtækri sátt líka við þetta borð hérna. Því að við þurfum þá að bregðast við ef að þetta niðurstaðan, að menn teldu að þetta væri skynsamlegt að sameina krafta þarna í framtíðinni. Það ýmis álitamál uppi, til dæmis bara í þessu húsi hérna, sem núna hýsir glæsilegt bókasafn okkar og lítinn snotran sætan sýningarsal. Þetta hús hér er að breytast og það er margt að breytast, þannig ég held að sé akkurat tækifæri núna til þess að setjast niður, kalla að borðinu hagsmunaaðila, vita hvað þeir hafa að segja og fá þeirra input. Ef að það er jákvætt og öllum líst vel á, þá held ég að ættum að fá arkitekta, hreinlega bara hugmyndasamkeppni það að hanna þarna einhvers konar framtíðarsýn á þessu svæði, þar sem að hlégarði, gamla, núverandi, væri þá fundin verðugur sess í þessu samspili og þetta þyrfti kannski ekki að taka mjög langan tíma. Þess vegna sagði ég hérna áðan undir 5. máli með hlégarð sjálfan að ég sé hann fyrir mér, hann heldur bara áfram eins og hann og við gerum honum það nauðsynlegasta til góða en geymum annað inn í þessa framtíðarsýn. Ég sé fyrir mér einhver 10-12 ár og þetta geti verið framtíðarsýn til þess tíma, cirka, og við myndum marka uppbygginguna, 1., 2., 3., 4. verkþáttur eða eitthvað, en þá höfum við allavega leiðarljós, ef af yrði, þá höfum við leiðarljós og keyrum bara fast eftir því. Við erum ekki að sikksakka frá einu ári til annars. Og ég leyni því ekki að það sem að ég sé í þessari uppbyggingu þarna að stefna þessum menningarstofnunum sem að bærinn rekur, eins og listasal og bókasal, að við lyftum Héraðsskjalasafninu úr gröfinni. Það eiginlega bara eins og gröf núna. Það er mjög óaðgengilegt og það er á margan hátt ósýnilegt. Við lyftum því upp og það komi inn í þessa starfsemi. Tónlistardeild listaskólans og listadeildin fá einhverja aðstöðu þarna, menningarfélögin sjálf og svo framvegis. Og síðan leyni ég því ekkert að ég sé fyrir mér að við kannski gætum gert herra undir höfði einhvers konar byggðarsafni. Það þarf ekki að vera stórkostlegt. Ég held að safnamálin séu líka breytast, ég sé nokkur sérfræðingur í því, mér bara sagt það, að þau séu meira að sýna söguna, þau eru að sýna söguna á rafrænan hátt með alls konar myndum og digital tækni. Þannig að við þurfum kannski enga rosa sali upp á fleiri 100 fermetra. Það má kannski gera þetta með minna svæði. Ég veit líka til þess að Héraðsskjalasafni hérna niðri að þar er fullt af munum, meðal annars persónlegi munir Nóbelsskáldsins og fleira sem þar geymt og bara inn í dimmu herbyggi.
engum til gagns. Þannig ég vil bara endilega sjá þetta koma upp úr jörðinni en það þarf þá að skapa því einhverja aðstöðu. Hún gæti hugsanlega verið í einhverju svona kompleksi á þessu svæði þarna niður frá. Þannig að ég bara vona sannarlega að fólk geti sammælst að fara í að horfa svona til framtíðar með einhverjum þessum hætti sem í þessari tillögu lýst, sem liggur undir þessu 7. máli og það verði bara ekkert beðið boðana, heldur efnum við til samtals við hagsmunaaðila, felum nefndinni að drífa í því að gera það með einhverjum hætti. Ég held að þetta sé mjög góð nefnd, ég heyri ekki annað og mér finnst það svona, bara það sem ég sé kemur frá þeim. Það er dýnamík þarna og við þurfum bara að nýta hana og keyra áfram. En takk fyrir þetta, forseti. Já, Valdimar, þú varst búinn að beina orðið. 7. máli. Stefnumótun til framtíðar menningarmála fyrir Mosfellsbæ, einhver það hér, stundabóði. Bæjarstjórn, forseti, við ræðum þetta á menningarmál í Mosfellsbæ. Það tillaga áheyrnarfulltrúa að vinna Mosfellsbæ. Ég ætla að lýsa yfir ánægju með þessa tillögu. Ég hef séð að þessi tillaga samantekt svolítið af því hvernig umræðan í nefndinni hefur verið og ég fagna því að fulltrúi vinna Mosfellsbæ hafi tekið sér til og sett það fram með skýrum hætti. Ég held að þetta sé bara ágætis vinnubrögð og ágætis innlegg inn í þá vinnu sem á sér stað í nefndinni og einmitt til þess fallið að hreyfa málinu áfram. Og það er akkúrat það sem er að gerast núna. Málið komið á fljúgandi siglingu og þannig viljum við sjá það að það verði sem fyrst hafin starfsemi í Hlégarði. Ég nefndi áður að það er menningarhús í Hafnarfirði sem við getum aðeins borað okkur saman við, sem er Bæjarbíó. Og ef þið flettið upp á netinu, bæjarbíó.is, þá sjáum við að það er fullt af viðburðum og þeir setja viðburðina sem á forsíðuna hjá sér. Ekki húsið, heldur viðburðina. Það var ekki mikið breytt húsinu sjálfu áður en menningarstarfsemin og öll þessi starfsemin hófst. Og það er það sem skiptir máli. Það er svo starfsemi sem fer fram í húsinu og hún er borin upp á fólki sem hefur ástríðu fyrir menningunni. Og það er aðalmálið, það er að finna rétta fólkið, réttu aðalna til þess að reka húsið, til þess að þar með þrífast gott starf. Af því að það er eiginlega lokapunkturinn og við getum líka að byrja á því að reyna að fá fólk sem hefur ástríðu og getur rekið svona hús og komið með, af því að hér erum við að tala um menningu sem er í bæinum og við erum ekki bara að tala um það, við erum líka að tala um að flytja menningu til bæjarins. Við erum líka að tala um það að hér þrífist menning og tónleikar og leikhússýningar og uppistand og hugsanlega leiðilegir pólitískir fundir og alls konar. Þeir í Bæjarbíó kalla þetta hjarta Hafnarfjarðar. Og það er kannski það sem við erum að lýsa. Það þarf að búa til hjarta, að búa til eitthvað sem skiptir máli. Og þetta er bara upp að þeirri vegferð og vonandi tekst það vel. Takk. Orðið laust, 7. mál. Hljóðið sé ekki frekar hljóðus en vilja bæjarfulltrúar að vera einhver önnur mál þarna, heldur en númer 5 og 6. Fundargerð menningarmálanefndar. Svo ekki þá umræðum lokið og við göngum til atkvæði. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð með réttu hönd. Hún er samþykkt með öllum atkvæðum, 9 atkvæðum. Átöku fyrir skipulagsnefnd, það var fundur í skipulagsnefnd 24. maí síðastliðinn, hann var númer 485. Þar voru nú mörg mál á dagskrá. Orðið laust.
Stefán Ómar, gjörðu vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar bara örstutt út af máli 9 í þessari fundargerð sem heitir Fossatunga. Þegar við sátum tókum þetta erindi fyrir á síðasta skipulagsnefndarfundi þá fylgdi ábending frá embættismanni hérna í húsinu. Mjög góð ábending inn í þessa afgreiðslu og meðferð þessa máls. Og ég bara sé eiginlega sérstaka ástæðu til þess að koma þetta upp og þakka fyrir það. Það var fín ábending sem að tengist framkvæmdinni þarna á þessari afgreiðslu, þessu skipulagsmáli, mjög góð ábending og ég sé bara ástæðu til að þakka viðkomandi embættismönnum eða embættismanni sem kom þessari athugasemd að hárréttu augnabliki. Þetta var 9. mál. Já. Einhver sem vill ræða 9. mál sem Stefán Ómar var að ræða. Þá er umræðum það mál lokið en það er að nóg að taka þarna fyrir bæjarfulltrúa. Það er 22 mál. Og ég líta svo á að bæjarfulltrúar séu tilbúin í atkvæðagreiðslu. Enginn beðið sér hljóðs núna. Þá göngum við atkvæða á þeir sem samþykkja þessa fundargerð bara rétt upp hönd. Það er skipulagsnefnd. Það er 9 atkvæði, samþykkt 9 atkvæðum. Þá er nú komið að umhverfisnefnd. Það var nú bara 1 mál á dagskrá, en hann var ekki haldinn í þessari byggingu heldur í framhaldsskólanum eins og kemur þarna fram 16. maí. Fundur númer 200. Orðið laust. Ásgeir Sundsson, gjörðu það. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli númer 1. Fundargerð umhverfisnefndar. Drög að umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Þetta var haldinn opinn fundur í framhaldsskólanum. þar sem voru lagði fram drög að nýrri umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Mér langaði bara til þess að þakka umhverfisnefndinni fyrir mjög góða vinnu í þessu máli. Þetta er mjög spennandi plagg og þarna kom hópur af fólki sem vann vinnu á svona vinnuborðum þar sem var bætt í tillögum og rýnt í stefnuna og það verður tekið tillit þeirra umsagna og þeirra viðbóta tillagna sem komu fram á þessu fundi við gerð endanlegar útkomu þessar umhverfisstefnu. Ég fagna því að hún sé á lokametrunum og það verður fróðlegt og skemmtilegt fyrir okkur hér í bæjarsysteminu Mosfellsbæ að vinna eftir þessari ágætu umhverfisstefnu. Takk fyrir. Mér langar að segja nokkur þetta eina mál sem við frá, þetta var mjög ánægjulegur fundur. Þetta mættu töluvert margir íbúar og það var eins og Ásgeir sagði svona vinnuborðum. Þarna var staðamála kynnt, það er sem sagt hún er vinnan langt komin en það þótti auðvitað var full ástæða og veldi fundið að efna til svona fundar og það kom ýmsar ábendingar þarna og nú er bara verkefni umhverfisnefndar að taka loka hnykkinn þannig að plaggið verði þá endanlega afgreitt og fer þá til afgreiðslu hérna í bæjarstjórn. Verði þá opinber umhverfisstefna Mosfellsbæjar. Fleiri sem vilja ræða þetta eina mál, svo er ekki þá gangum við til atkvæða þessa fundargerð, þeir sem samþykkja hana. Það er 9 fundur á lofti. Þá eigum við eftir 4 fundargerðir sem voru lagðar fram til kynningar. Fyrst tökum við afgreiðslufund byggingafulltrúa. Það var 3 mál á dagskrá. Er einhver sem vil ræða eitthvað þar? Svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð fram. Við förum strax þá í skipulagsfulltrúan, afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa sem hélt fund 15. maí. Þar voru 3 mál á dagskrá líka, einhver sem vil ræða eitthvað þar. Svo er ekki, þá var sú fundargerð lögð fram. Þá förum við
fundargerð Strætó, fundur nr. 303. Sá fundur var haldinn í Mjóddinni að venju 3. maí. Einhver sem veit að ræða eitthvað þar orðið laust þá fundargerð, þarna voru 5 mál á dagskrá, víst mér. Nú, það kveður sig engin hljóðs og þá var sú fundargerð lögð fram og þá bara það síðasta eftir. Það samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Sú ágæta nefnd hélt fund 14. maí síðastliðinn. Og þar voru 3 mál, talað Bláfjöll og Skálafell, eðlilega. Einhvern sem vill ræða eitthvað þar. Og svo ekki, þá sú fundargerð lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slitið. Takk fyrir.